velkomin í vinnuskúrin á laugardegi. Hérna, seinna í þættinum að þá komaðu til að ræða fréttir vikunar. Þórarinn Eyfjörð formaður Samhengis, en það vil svo til að Samhengi sem stærsta félagið inn í BSRB. BSRB halda þing í næstu viku. Hérna kemur líka Guðmundur Helgi Þórarinsson sem nýendurkjörinn formaður VFM, félags vélstjóra og málmtæknimanna, og Guðbjörg Kristmundsdóttir sem formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur, og hún var kosin varaformaður Starfsgreinasambandsins á sögulegafundi sem var á Akureyri núna í vikunni. En við ætlum að byrja á því sem við lofuðum síðast, að sá sem yrði kosin formaður Starfsgreinasambandsins kæmi hérna í viðtal áður en að við ferum að ræða fréttir vikunar, og það var Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélagsins á Akranesi og nú formaður Starfsgreinasambandsins. Til hamingju, Vilhjálmur. Já, takk kærlega fyrir það. Já, þetta náttúrulega svona sögulega, ef maður horfir á þetta Starfsgreinasambandir arftaki til dæmis Verkamannasambandsins, það nú annað inni líka, en þetta svona póstur sem að margir góðir menn hafa sittið í. Þetta stór staða fyrir verkalýðsforingja að fylla. Já, ég held að það sé engum vafa undir orpið að gegna stöðu formanns í Starfsgreinasambandi Íslands mjög stórt og veigamikið embætti, og það alveg rétt sem að þú nefnir að þetta gamla Verkamannasamband Íslands, þetta gamla Verkamannasambandið sem að Gvendur Jædji og fleiri góði menn, eins og þú nefndir áðan, hafa verið í forsvari fyrir, og það liggur fyrir að Starfsgreinasamband Íslands langstærsta landssambandið innan Alþýðusambands Íslands, og á bakvið SGS eru hvorki meira en minna heldur en 72.000 félagsmenn, og þegar samanstendur að aðildarfélögum 19 stéttarfélaga vítt og breitt landið, þar sem að verka og lágtekjufólk í miklum meirihluta. Þú sagðir í síðustu viku að þetta væri svolítið svona persónulegt, þessi slagur sem væri að fara í. Ragnar Þór, félaginn, hann skrifaði svolítið hvernig móttökur þú hefði fengið inn í verkalýðshreyfingunni. Ég man ekki hvernig hann orðaði, hvað það var svona frá hendi gamla liðsins eitthvað svoleiðis, og var að tala að þú hefur alveg mætt hálfgerði bara höfnun og fyrirlitningu og útilokun. Þetta mikill svona persónulegu sigur eftir langarandi baráttu? Já, ég get alveg viðurkennt það að hefði ég hugsað þetta, að þessi staða ætti til að koma upp fyrir að ég var í þessari baráttu hér áður en að Ragnar og Sólveig komu til sögunar, þá hefði ég eiginlega talið þetta útilokað að þetta ætti eftir að gerast, ef vegna þess að áherslur mínar inn í verkalýðshreyfingunni, alveg allt til komu þeirra, það bara náði ekki í gegn, og það var unni markvisst gegn mér, og ég sagði hér í vinnuskúrnum hjá þér í síðustu viku að þetta var alveg dálítið persónulegt. Ég held að þið viti bara allir sem að hafa verið á þingum Alþýðusambandsins og Starfsgreinasambandsins í gegnum árin. Ég meira að segja hef lent í því að þar sem að ég hef verið að flytja tillögur á þingum ASÍ, að þar hefur verið hótað að slökkva á mikrofóninum þegar ég hef verið að gera grein fyrir þeim tillögum og svara athugasemdum sem að við tillögurnar hafa komið. Ég hef verið sakaður að hafa tekið þing Alþýðusambandsins í gíslingu af miðstjórn Alþýðusambandsins hér árum áður, og það var fyrir það eitt að Verkalýðsfélag Akraness var eina stéttarfélagið á því þingi sem að lagði fram einhverjar tillögur, aðrar heldur en æðsta forystan innan Alþýðusambandsins. Við lögðum fram 3 tillögur á því þingi, og síðan fékk ég fundargerð frá miðstjórn Alþýðusambandsins þar sem að þetta kom fram, að þetta var algjörlega ótækt, að það væri eitt aðildarfélag sem að væri nánast að taka þingið í gíslingu. Og þetta eftir fyrir það eitt
að koma með einhverjar tillögur breytingar sem að skipta okkar í okkar félagi töldum við það skipta miklu máli. Til dæmis var ein tillagan það að stjórnarmenn í lífeyrissjóðunum yrðu kosnir að sjóðsfélögum og atvinnurekendur færu út úr þeim. Ég lét gera fyrir þingið, þá keypti ég hjá Gallup skoðanakönnun sem voru 1200 manns á og þar voru tæplega 90% sem svöruðu þeirri spurningu sem voru mér sammála. En svo þegar ég kom inn á þing í Alþýðusambandsins á þessum tíma, að þá snerist þessi hlutföll við. Og það var meðal annars þarna sem að ég áttaði mig á því hvernig æðsta forysta Alþýðusambandsins var algjörlega í andstöðu í raun og veru við hinn almenna félagsmanns. Og ég lagði líka fram tillögu á þessu þingi að ef að fleiri en 2 byðu sig fram til forseta Alþýðusambandsins, að þá myndi allir félagsmenn sem tilheyra Alþýðusamband Íslands kjósa forsetann. Ekki í þessu fulltrúalýðræði sem að þarna inni, sem að mínum dómi meingallað, algjörlega meingallað vegna þess að þetta skiptist bara í svona einhverjar fylkingar eftir því í raun og veru hver formaður í hvaða stéttarfélagi fyrir sig. Ég vil miklu frekar að þegar við erum að kjósa svona stór og veigamikil embætti eins og það að gegna sama hvort það í formennsku í Starfsgreinasambandi Íslands eða sem forseta Alþýðusambandsins, að ef það koma fleiri en 2 framboð, að þá fari fram allsherjarkosning þessi veigamiklu embætti. Því að það miklu sterkara umboð sem að viðkomandi aðilar fá ef að það hinn almenni félagsmaður sem fær að láta í ljós skoðun sín á því hver eigi að gegna slíkum embættum. En allar þessar tillögur, þær voru felldar, þannig að já, það hefur gengið mikið á í gegnum árin hvað mig persónulega áhrærir og mitt stéttarfélag, en núna síðustu ár þá hefur orðið umtalsverð breyting og ég held að þetta kjör mitt núna sem formaður í Starfsgreinasambandi Íslands sýni það svo ekki verður umvilst. Já, og það sem að þú svona verið svona með þína línu í verkefnisbaráttunni, að kosning því núna þessa línu. Tekur því ekki þannig að þau verður að kjósa þig til þess að framfylgja því sem að þú hefur haldið fram á liðnum árum? Það ekki verið að kjósa þig til þess að framfylgja stefnunni sem áður var? Klárlega ekki. Ég held að það sé alveg skilaboð það að menn vilja fara þessar leiðir og þessi markmið sem að við höfum staðið frammi fyrir. Ég, Sólveig og Ragnar og Aðalsteinn á Húsavík og Hörður í Grindavík og fleiri félög. Það verið bara að senda það signal út að menn vilja fara þessar leiðir og það liggur alveg fyrir að þetta verður krefjandi og þetta verður erfitt að standa undir öllum þessum áskorunum sem að framundan eru, en það bara okkar núna að finna leiðir til þess. Ég ekki í neinum vafa það að lífskjarasamningurinn sem að við gerðum og undirrituðum 4. apríl 2019, hann markaði viss tímamót og hefur samkvæmt öllum kjara rannsóknum sem gerðar hafa verið skilað þeir sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi mestum ávinningi. Og það í raun og veru markmiði sem við lögðum upp með í þeim kjarasamningi og núna 1. maí eða frá 1. apríl að þá byrjar svokallaður hagvaxtarauki að tikka inn og kemur til útgreiðslu núna 1. maí og það eru 10.500 krónur sem að leggjast ofan á launataxtana hjá okkar fólki. Þannig að taktu eftir að frá 1. janúar og svo 1. maí þá hafa launataxtar á íslensku vinnumarkaði hækkað 36.500 krónur og slíkar tölur hvað launataxtana varðar höfum við aldrei nokkuð tíma séð áður. Og samhliða þessu að þá voru aðgerðir stjórnvalda til að liðka fyrir kjarasamningunum
metnir á 80 milljarða á sínum tíma og vissulega hafi stjórnvöld alls ekki staðið við allt sitt sem þau ætluðu að gera og hafið skömm fyrir það. Það eru nokkur atriði sem standa eftir út á borðinu ennþá, en samt sem áður að þá tókst okkur að létta skattbyrðinni á tekjulægsta fólkinu sem nam 12.000 krónum og barnabætur voru hækkar þótt að það þurfi svo sannarlega að stíga mun þéttari og grimmari skref hvað það varðar. En það sem að stendur ennþá út af í raun og veru í þessu öllu saman, að þrátt fyrir þessi jákvæðu skref sem að við stigum 2019, að þá sýna bara blákaldar staðreyndir það að þeir aðilar sem eru á lægstu laununum á íslensku vinnumarkaði, þeir ná ekki ennþá að framfleyta sér frá mánuði til mánaðar og halda mannlegri reisn eins og nýleg úttekt og rannsókn Stefáns Ólafssonar félagsprófessors staðfestir. Og þetta í raun og veru verkefnið og ég hef sagt það í gegnum árin á meðan að við stöndum frammi fyrir þeim áskorunum að við séum með laun á íslensku vinnumarkaði sem ekki duga fyrir þessu nauðþurftum til að fólk geti framfleytt sér, að þá það í mínum huga bæði okkur í verkalýðshreyfingunni til skammar, það náttúrulega samtökum atvinnulífsins líka til skammar og í raun og veru samfélaginu öllu, því að við hljótum í svona samfélagi þar sem að við erum þetta rík að vilja tryggja öllum framfærslu skilyrði þannig að fólk geti lifað af laununum frá mánuði til mánaðar. Viljum, við skulum fara yfir svona horfurnar yfir í kjarasamningum á eftir. Það aðeins að staldra aðeins við svona uppbygginguna á ASÍ og Starfsgreinasambandið. Þú varst að lýsa áðan svolítið eins og Starfsgreinasambandið hafi verið eiginlega svona undir ASÍ, að það hafi komið svona lína frá inn á þingum Starfsgreinasambandsins þar sem að var eiginlega búið að ganga frá öllu og Starfsgreinasambandið ekki verið kannski svona það svona powerbase sem að var, verkamannssambandið var til dæmis í tíð Gandríaka sem við nefndum áðan, þar sem að Starfsgreinasambandið var kannski mótandi innan alþjóðasambandsins. En ef svo þetta ekki á tölvöru vinna einhvern veginn að ná upp svona sjálfstæði og orku og krafti í Starfsgreinasambandið? Jó, þetta myndi taka tíma og ég algjörlega sammála því sem að þú ert að nefna hér að á árum áður og þegar maður fer að skoða söguna aftur í tíman að það var verkamannasambandið aflið sem að var í íslenskri verkalýðshreyfingu og í raun og veru var síðan alþýðusambandið svona að vinna eftir stefnu verkamannasambandsins. Ég til dæmis persónulega og hef sagt það í ræðu og riti að ég mjög óánægður með að hafa breytt nafninu breytt nafninu úr því að vera Verkamannasamband Íslands yfir í Starfsgreinasamband Íslands. Mér hefur fundist bara mörg stéttarfélög vera á einhverjum flótta frá nafninu verkalýður eða verkalýðsfélag. Ég mjög stoltur af því sjálfur að hafa alla tíð starfað sem verkamaður, unnið margvísleg verkamannastörf áður en ég tók við þessu starfi. Ég bara orðið verkamannasamband Íslands, þetta er eitthvað svo mikið páver í þessu. Mér finnst þetta minna páver í Starfsgreinasambandi Íslands. Þannig að, en það er alveg rétt að ég held að við þurfum núna að láta Starfsgreinasambandi verða það afl sem að það raunverulega getur verið með allan þennan fjölda félagsmanna á bakvið sig. En við skulum heldur ekki gleyma því að Alþýðusambandið er náttúrulega regnhlífa samtök fjölda annara stéttarfélaga eins og iðnaðarmanna, verslunarmanna og það er líka hlutverk okkar að reyna að ná saman í að sætta ólík sjónarmið. Það er ólíkir hagsmunir sem liggja hjá landssamböndum Alþýðusambands Íslands. Og þetta er bara töluverð mikil vinna við að geta fundið leiðir sem allir geta verið ásáttir með. Og ég skil til dæmis
kannski iðnaðarmennina vel þegar þeir eru að gæta hagsmuna sinna manna. Þeir hafa að því að þeir sé á móti krónutöluhækkunum, þeir vilji frekar fara í prósenturnar. Ég skil það sjónarmið hjá þeim því að þeir eru að gæta hagsmuna iðnaðarmanna sem eru með töluvert hærri laun heldur en verkamaðurinn, sem að gera það að verkum að prósentuhækkanir ofan á hærri laun skila fleiri krónum í umslagi. Þannig að ég skil þessi sjónarmið. Þeir eru bara fyrst og fremst að gæta hagsmunum sinna félagsmanna. Ég skil líka til dæmis eins og hjá Ragnari Þór sem í hvað erfiðustu stöðunni af sennilega öllum formunum innan Alþýðusambands Íslands, þar sem að hann með kassafólkið í stórmörkuðunum á þessu svona berstrípuðu lágmarkslaunum og alveg upp í stjórnendur sem eru með mjög há laun. Þannig að það erfitt fyrir hann til dæmis að finna þennan gullna meðalveg þar sem að hann þjónar öllum félagsmönnunum. En ég tek undir það sem þú ert að nefna hér og ég ætla að reyna að leggja mig líma við það að reyna að gera starfsgreinasambandið að því afli sem að það raunverulega getur verið. En það mun taka tíma. Ég get alveg bara fúslega viðurkennt það. Það kannski segir ekki allt svona starfsfólk og svona, en gætur gefa okkur svona hugmyndum svona umfang ASÍ annars vegar og starfsgreinasambandsins út frá svona fjölda starfsfólks fyrir þá sem ekki eru kunnugir hann inni. Hver munurinn á þessu tvennu? Hann gríðarlegur. Það ekki nema 2 starfsmenn sem í starfi hjá starfsgreinasambandinu, en ég bara ekki klára á tölunni sem hjá Alþýðusambandinu. Það hagdeild og lögfræðideild og alls kyns fræðingar og sérfræðingar í hverju horni, en það ekki nema 2 starfsmenn hjá starfsgreinasambandinu og það alveg spurning hvort það eigi að efla þennan þátt. Það einhver ákvörðun sem að við í framkvæmdastjórn starfsgreinasambandsins þurfum síðan að hugsa, því að við þurfum að vera miklu meira áberandi í umræðinni. Ég ekkit vissum og hef reyndar svona haft áhyggjur af því að ég ekkit vissum að allir viti raun og veru hvað starfsgreinasamband Íslands. Hvað það? Ég held að við þurfum að vera mun grimmar í því að kynna okkur og koma okkur á framfæri. En ég líka alveg sannfærður það ef við hétum í dag ennþá Verkamannasamband Íslands, þá myndu fleiri tengja við það. Þetta bara mín persónlega skoðun og mér finnst við hefum fundist í gegnum tíðina að vera miður hvað menn hafa verið á flótta frá þessu orði. En eins og ég segi, það mín persónlega skoðun. Þegar maður var að skoða kjörið í stjórnina, þá sér maður að þú vinnur formannin og Guðbjörg varaformannin, og svo maður reyna að ráða í kosningu inn í stjórnina og þá sér maður það að Halldóra í Bárunni og Finnbogi að vestan, að þau eru ná ekki kjöri inn í stjórn. Á maður að lesa í þetta hvernig átökin eru inn í félagunum að til þess eins og Halldóra sem að beitti sér mikið gegn Sólveigu Önnu að hún sé ekki lengur í stjórn sem að hún varaforseti Alþýðusambandsins. Já, ég held að sé alveg hægt að lesa í þetta hvaða skilaboð þarna verið að senda. Ég held að það sé bara hárrétt svona að meta það með þeim hætti að þarna eru bara þessar línur að skýrast hvar og hvernig fólk vill sjá þessa forystu. En ég sagði reyndar á þinginu og ég ætla að standa við það. Mér hefur fundist starfsgreinasambandi jaðar setja sum félög af því að þú hefur ekki verið kannski rétta liðinu. Þú hefur ekki verið inn í klíkunni ef að þannig má orði komast. Þá ætla ég að reyna að tryggja það að það fái fleira að koma að, það verði fleiri sem fái verkefni og það verði ekki bara alltaf sömu aðilarnir sem það fá. Það fullt af formönnum minni félaga sem að hafa áhuga, hafa vilja til þess að taka þessi verkefni og ég ætla allavega að reyna að gera það sem ég get til þess að úthlita slíkum verkefnum
til fleiri aðila heldur en bara alltaf þessara sömu sem að hafa fengið verkefni á vegum Starfsgreinasambandsins á liðnum árum. Ef þú hefur ekki verið í rétta liðinu, þá í raun og veru hefur verið jaðarsettur. Ég ætla líka að reyna að vinna af heilindum fyrir öll aðildarfélög Starfsgreinasambandsins, ekki bara sum, og ég reikna fastlega með núna þegar að líður á næstu viku að reyna að heyra í öllum formunum aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins, taka upp tólið og hringi í þau öll og svona reyna að athuga hvort að það sé vilji. En ef það einhverjir formenn sem ekki vilja vinna með mér eða nýrri forystu sem að hefur verið kjörinn, þá ræð ég ekki við það. Því að það lýðræðislegur réttur hvers einasta stéttarfélags á Íslandi að vera með samningsumboðið hjá sér ef það kýs svo. Og þennan rétt ber svo sannarlega virða vegna þess að frjáls samningsréttur hvers stéttarfélags fyrir sig gríðarlega mikilvægur og það getur alltaf komið upp og hefur oft komið upp að stéttarfélögin taka ákvörðun það að vera ein og sér með sína kjarasamninga, telja hagsmunum sínum betur borgi í því. Verkalýðsfélag Akraness hefur gert það nokkrum sinnum, til dæmis eins og með sveitarfélagasamningin, þá erum við með sérsamning hér við Akranesskaupstað í gegnum Samband íslenskra sveitarfélaga. Við höfum bara talið það vera betra. Ég hef dregið samningsumboð mitt frá Starfsgreinasambandinu allavega 2 sinnum og farið einn og sér. En ég fullyrði það að árangur af því hvað kjarasamningin á hinum almenna vinnumarkaði fyrir einstök stéttarfélög verður afskaplega takmarkaður nema í samfloti í stórum hópi. Og ég sé fyrir mér að við náum að mynda einhvers konar brú til sem flestra og fleiri landssambanda og reynum að koma sem ein stór og sterk heild. Það slæmt mál fyrir félög eins og Báruna og Vestfirðingana að vera ekki með fulltrúa inn í framkvæmdastjórn Starfsgreinasambandsins? Já, það alltaf þannig að það betra að vera við borðið, hafa áhrif. Ég í þessu til þess að hafa áhrif. Og núna tel ég mig vera komin í þannig starf sem formaður í Starfsgreinasambands Íslands að það veitir mér meiri möguleika að hafa áhrif. Það veitir mér meiri möguleika að hafa aðgengi að stærri málum heldur ég hef haft hingað til, því að það erfitt að hunsa formann sem í forsvari fyrir 72.000 félagsmenn og það segir sig sjálft að áhrifin af því að gegna slíku starfi verður meira og þegar þú fjarlægist þetta borð eins og að gerast bæði með Finnboga og Halldóra hefur nú nánast verið í öllu hjá Starfsgreinasambandinu og ekki bara Starfsgreinasambandinu heldur hjá Alþýðusambandinu líka. Hún hefur nánast verið í öllum verkefnum sem hægt að hugsa sér. Þannig hefur nú svona hún náði að koma sig olbúa sig áfram ef þannig má orðið komast með stuðningi vissra aðila en ég tel að núna sé þetta kjör sem að varð á Akureyri og þessi höfnun sem að hún lendir í sé svona vísbendingu það að nú sé verið að fara að hleypa öðrum að þessu borði. Vilhjálmur, nú talar svolítið svona eins og mannasættir og það náttúrulega fylgir því að vera formaður og þú ert formaður líka þeirra sem ekki kusu þig. En þú ert búin að vera í bráðum 20 ár, svona sá sem að sækja og gaggrínandinn og svona. Býr í þér mannasættir og svona sá sem að getur stillt saman fólk með ólíkar væntingar og vonir? Eða heldur þetta að vera svona áreynsla fyrir þig að skipta takt? Já, þetta feikilega góð spurning, sko. Ég veit að margir formenn sem hafa náttúrulega hlustað á mig á þingum Starfsgreinasambandsins þar sem að ég hef verið
grimmur, hvass og haldið margar ræður inn í ýmsu mál, þar sem að ég hef bæði verið að gagnrýna verkalýðshreyfinguna og annað slíkt, að þá hafa menn svona eða því að það verði ekki hægt að vinna með mér. En allir sem þekkja mig sko persónulega og hafa kynnst mér, þeir vita það mæta vel að það er ekkert mál að vinna með mér. Ég get unnið með öllum. Ég get talað við alla. Og það skiptir ofboðslega miklu máli að þú getur gert það. En þú getur ekki talað við fólk sem vill ekki tala við þig. Það er algjörlega útilokað mál. Ef að fólk vill ekki tala við þig, þá nærðu engu sambandi við slíkt fólk. En ég get talað við alla. Og mér finnst það eigi bara líka vera þannig að ef að fólk er ósammála, þá getur líka bara fólk verið sammála að vera ósammála. Það er ekkert að því. En mér finnst núna, og ég sagði það í ræðu minni á Starfsgreinasambandsþinginu á Akureyri, að menn láta núna þessir gömlu jálkar sem að hafa verið í hreyfingunni eins og þetta sé bara eitthvað algjörlega nýtt, öll þessi læti í verkalýðshreyfingunni. Menn tala bara sko eins og það hafi liggur við alltaf að menn hafa alltaf gengið á einhverju sko rauðum dregli bara með hvítan friðarfána í hendi. Því fer víðs fjarri. Og ég rifjaði það upp að Björn Snæbjörnsson, sem að núna lét af embætti formanns Starfsgreinasambands Íslands, hann hélt ræðu á Ísafirði 2012 og í þeirri ræðu kemur fram, þetta er á 1. maí, að við vorum 5 mínútur frá því 2011 að Starfsgreinasambandið myndi klofna í herðar niður. Þá var Kristján Gunnarsson og Sigurður Bessarsson og Flóabandalagið svokallaða, það ætlaði út úr Starfsgreinasambandinu. Menn eru líka búin að gleyma því þegar að menn fóru með heykvíslina og ráku hana á kafi í bakið og bitni Grétari Sveinsinni og hröktu hann frá völdum. Og það voru vissir aðilar sem að tóku þá við verkamannasambandinu sem þá var og síðar Starfsgreinasambandinu. Þannig að átök í verkalýðshreyfingunni menn og málefni, stefnur og leiðir, það hefur alltaf verið og það er hollt og það er nauðsynlegt að við tökumst á líka innbyrðis. Og ég get alveg sagt ykkur það hér og nú að það hafa verið miklu meiri átök inn í Alþýðusambandinu heldur en hinn almenni félagsmaður hefur nokkuð tíman fengið að sjá núna að undanförnu, á undanförnum mánuðum. Því hefur verið haldið dálítið svona inn í lokuðu herbyggi. Það hefur reyndar sprottið dálítið út núna síðustu vikurnar. En það er búin að vera svakalega átök þar líka. Og menn hafa reynt að leggja sig í líma við það, að reyna að ná sáttum. Það hefur bara ekki tekist til þessa. Það er alveg algjörlega ljóst. Og þess vegna tel ég umtalsverða líkur á því að við séum komin í einhverja vegferði núna. Það sem að það verða breytingar á fleiri þáttum heldur en í Starfsgreinasambandinu. Já, þá erum við komin að næsta kafla í þessu viðtali sem er þing ASÍ í haust. Er hægt að líta á að þing Starfsgreinasambandsins núna sé svona upptaktur af því að það verði gerð sama krafa breytingar þar og voru í Starfsgreinasambandinu? Ég held að liggi alveg fyrir eins og ég var að enda við að segja. Þetta er svona einhvers konar uppgjör sem er að eiga sér stað í hreyfingunni. Þetta er áherslumunur stefnur, markmið og leiðir, hvaða leiðir menn vilja fara og hvað mun gerast á þingi Alþýðusambandsins sem að hefst í október á þessu ári, það veit ég ekki á þessari stundu. Ég tel það alls ekkit ólíklegt að þar muni verða fleiri framboð til forseta Alþýðusambands Íslands heldur en eitt. Ég held að það liggi alveg fyrir. Ég hugsa að verði allavega 2, jafnvel 3. Maður veit það ekki. Ég held að það liggi alveg fyrir að það mun koma til kosninga á þingi Alþýðusambandsins. No. Og þessi hérna kosning mín, hún sýnir dálítið svona hvernig atkvæðavægið innan verkalýðshreyfingarinnar er
að breytast. Ég nánast hefði getað sagt upp á þingfulltrúa hvernig þetta myndi fara. Ég reyndar hélt að ég myndi vinna þetta með 51%. Ég ætla bara að segja það alveg nákvæmlega eins og er. Bara ég gat talið þetta nokkurn veginn út. Þetta getur þetta svona fallið til eða frá. Ég taldi mig að ég myndi vinna þetta með 51%. Ég vinna þetta með 54% sem að ég er bara mjög sáttur við. Svona er fulltrúa lýðræðið. Þú getur svona nokkurn veginn vita hvernig kosningi mun fara eftir því hversu marga þingfulltrúa hvert aðildarfélag á. Og það mun síðan... Segðu mér, Vilhjálmur, að ég var að reyna að skilja þetta, en vandamáli var það að sko Efling er einhvern veginn svona hálfkarað, þannig að hvernig skiptur atkvæðið Eflingar? Þar var það sem að ég hafði áhyggjur af á þessu þingi, ég skal bara upplýsa það núna því að þingið er búið og núna liggur niðurstaðan fyrir. Ég hafði verulegar áhyggjur af því að ein af ástæðunum fyrir því að Sólveig Önnu var haldið fyrir utan Guðrúnartúnið eða fyrir utan skrifstofur Eflingar. Ég hafði áhyggjur af því að það væri meðal annars til að koma í veg fyrir það að hún næði þessari nauðsynlegri tengingu við þingfulltrúa sína. Skilurðu að þegar þú ert formaður, þá ertu með nálægðina við fólki, þú getur komið þínum áherslum á framfæri, hvaða leiðir vilt þú að félagið þitt farir og reynt að ná svona upp stemmingu. Og ég hafði áhyggjur af því að það voru aðilar innan Eflingar og eru ennþá sem ekki vildu halda hér aðalfund félagsins þannig að hún gæti tekið við félaginu og byrja þessa nauðsynlegu vinnu sem hann þarf til að byggja aftur Eflingu upp. Það má eiginlega segja það ríkur dálítið úr rústónu núna eftir þetta allt saman. Ég er ekki til neinu vafi það að það mun ekki taka langa tíma og taktu eftir að þegar að Sólveig Anna kemur inn í flugstöðina og þau eru að fara norður á þingið, að þá er standandi lóaklapp á meðal þeirra þingfulltrúa sem þar eru og það veitti mér rosalega jákvæða tilfinningu að sýna það að grasrótin í félaginu hjá henni stendur nánast 100% með henni ennþá eftir allt þetta sem á undan er gengið. Því að ég sagði líka á þinginu og í ræðu minni að forystumaður í stéttarfélagi og forystu fólk, stjórnir og annað slíkt, það er ekki neitt ef það hefur ekki fólkið með sér. Ef þú hefur ekki fólkið með þér sem að þú ert að þjónusta og ert að vinna fyrir, sem er bara félagsmennirnir okkar, ef þú hefur ekki traust þar og stuðning, þá ert ekki neitt, þá kemstu ekkert áfram, þá getur ekkert gert. Þú ferð ekki nein átök við vinnuveitundur eða við atvinnurekendur eða nokkuð skapað nema þú hafir félagsmennina með þér. Og til þess að hafa félagsmennina með þér, þá þarft að byggja upp traust. Þeir þurfa að trúa því að þú sért ætíð að reyna að gera þitt besta til þess að ná eins miklu og hægt er til þess að skila því til félagsmanna. Hefði kosning þín orðið öruggari ef að aðalfundur Eflingar hefði verið fyrir þingið? Ég held að þeir fulltrúar sem að við reiknuðum með að myndu fylgja Sólveig Önnu, að þeir hafi flestir skilað sér. Vegna þess eins og ég sagði áðan, þá var þetta 51% sem ég reiknaði fastlega með að þetta myndi enda í, bara út frá því. Þannig að ég held að það hafi jafnvel fleiri skilað sér, kannski líka úr röðum annara félaga sem ég átti ekki von á að myndu styðja mig. En það má vera að auðvitað hefði það verið betra og sterkara ef að Sólveig Anna hefði verið búin að vera með félagi núna í hálfan mánuð eða eitthvað því líkt og getað verið búin að funda með þingfulltrúum og svo framvegis. Það hefði verið betra. Nú eru þið
þú, Ragnar og Sólveig, svona, þau eru fólki sem að gera kröfur svona harðari verkalýðsbaráttu. En þið eru ekkert, það er svona, það er ekki alveg gefið að maður sjá ykkur sem svona samherja í pólitík. Sólveig Anna er náttúrulega sósíalisti, á meðan að ég held að sem alveg sett að þú sett svona eins konar framsóknarmaður. Ragnar er svona hluti af, svona hægri hluta af búsaldabyltingunni, var í hagsmunasamtökum heimilanna og svona þeim armi. Hvað er það sem að tengir ykkur og hvað er ólíkt með ykkur? Sko það sem að tengir okkur Sólveigu saman, ég get alveg sagt þér hvað það er. Það er umhyggja gagnvart þeim sem að ekki ná endur saman hver mánaðamót. Það er lágtekjufólki. Það tengir okkur Sólu saman alveg órjúfanlegu böndum. Og ég sagði að ég ætla að fá að vitna aftur í ræðu mína, þá fór ég yfir það sem ég held ég hef nú örugglega sagt í þessum þáttum hjá þér. Sko, ég þekki þetta nefnilega af eigin raun og ég fór yfir það í ræðu minni að ég átti orðið 4 börn, 27 ára gamall, var eina fyrirvinnan, var á verkamannalaunum og ég veit sko angistina og bara hvaða áhrif það hefur þegar þú nærð ekki endur saman, þegar að sko makiðinn getur ekki verið út á vinnumarkaðinu sökum þess að ef að hún gerir það að þá fer bara allt í leikskólagjöld og annað slíkt, þannig að það hefði bara verið mínus út úr því að við áttum börnin það ung og þessi tími að standa síðan undir leigunni og öllu þessu, það hefur bara markað mína baráttu sko gagnvart þessum tiltekna hópi, lágtekjufólkið. En því miður er það samt orðið bara þannig að svona millitekjufólkið, lægra millitekjufólkið, það er bara líka í þessu sporum að ná ekki endur saman. Og sko hugsa sig, þetta tengir okkur Sollu saman alveg órjúfanlegu böndum. Það er þetta með lágtekjufólkið sem að er hér á þannig launum í mínum huga að það bara gengur ekki upp. Það sem tengir okkur Ragnar síðan saman er okkar sko barátta í kringum fjármálakerfið og græðgisvæðingu stórfyrirtækja. Að við séum hér með viðskiptabanka 3 sem skiluðu í fyrra 81 milljarði í hagnað. Sko 81 milljarður. Stærsta loðnuvertíð sem er að ljúka núna, 550.000 tonn. Hún mun skila í útflutningstekjur einhvers staðar á milli 40 og 50 milljörðum. En viðskiptabankandi 3 sem hafa það hlutverk að lána og geyma fjármuni fyrirtækja og heimila og launafólks er með 80 milljarða í hagnað. Þetta finnst mönnum bara allt í lagi og svo segja þessir ágætu snillingar, já þetta er bara eðlileg arðsemis markmið af eigið fé bankana. Lækkið þá bara eigið féð. Þetta er algjörlega frálegt vegna þess að það eru á endanum bara neytendur sem þurfa að standa undir þessari arðsemis græðgi sem er búið að tröllríða íslensku samfélagi. Og þetta tengir okkur Ragnar saman og takið bara eftir í lífskjarasamningnum og baráttan, af því að það er oft sagt, þið gapi bara út í loftið þessa hluti og þetta skilar aldrei neinu nokkru sköpuðu hlut. Ég segi þetta er rangt. Sko, fyrsta lagi þá dropinn hólar steinin. Og ég ætla að taka bara sem dæmi að 2015 þá eru óverðtryggðir vextir sem að heimilunum bjóðast eru 7%. Í lífskjarasamningnum að þá skrifum við inn í samningin að ef stýrivextir Seðlabankans munu ekki lækka, þá verður hægt að segja samningunum upp. Og þeir lækkuðu svo sannarlega. Þeir fóru niður í 0,75% þegar þeir fóru lægst, standa núna í 2,75% og núna stendur fólki til boða óverðtryggðir vextir upp á í kringum 4%. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að einstaklingur sem kaupir sér 35 milljón króna eign, bara tekur slíkt lán, hann er að
greiða 89.000 krónum minna í vaxtagjöld í hverjum einasta mánuði. Þannig að stóru tölurnar okkar til að auka ráðstöfunartekjur launafólks og heimila í gegnum vextina, í gegnum og þá komum við aftur að því þar sem að lítur að leigjendum að þegar að vaxtakjör lækkuðu og fólk fór að endurfjármagna sig í tugþúsundir heimila endurfjármagnaði sig og juku ráðstöfunartekjur sínar, en þeir sem voru á leigumarkaði, þeir nutu ekki þessara breytinga á vaxtakjörunum. Þeir nutu þess ekki vegna þess að flestir sem voru að leigja sínar íbúðir, þeir tóku þennan ávinning til sín. Þetta eitthvað sem við þurfum að fanga vegna þessi, svo ég held ég man ekki hvort ég kom inn á það áðan, að þegar þú ert að greiða eins og 3.300 heimili sem á leigumarkaðnum 70% af ráðstöfunartekjum sín, 70%, 30% eftir. Bjarg, leigufélagið sem óhagnaðardrifið, sem verkalýðshreyfingin stendur að, þeir gerðu hvað? Þeir lækkuðu leiguna vegna þess að þeir náðu að endurfjármagna sig. Og þetta eitthvað sem ég segja sé í raun og veru eitt af stóru málunum í komandi kjarasamningum. Það að fanga þessi 32.000 heimili sem eru á leigumarkaðnum, því að það fólkið sem í hvað vestri stöðunni. Já, það flestir sammála því að húsnæðismál verði svona ofarlega á næstu í kjarasamningunum. Það vantar fleiri húsnæði og það þarf að vernda leigjendur, og að sömu leyti þarf einhvern veginn að bara beisla, að því það þannig því miður að besta fjárfestingin í dag að kaupa sér húsnæði og leigja það út á okurleigu, og það eru bara fleiri og fleiri sem að gera það, sem að síðan sprengir upp verðið á eignamarkaðinum, sem að veldur því að færri geta keypt sér og losnað út af leigumarkaðnum. Þannig það eins og við séum orðin föst í einhverju dómsdagsvél, þar sem að fleiri og fleiri eru bara fastir, og þeir sem eiga peningana eru að hagnast á vandræðum þeirra sem að standa verst. Þetta er ótrúlegt. Betur sem að maður skoða leigumarkaðinn, því maður verður bara meira hissa á hissa. Manni finnst þess að maður sé að lesa bara Dickens bók frá því í frumbýlisárum kapítalismans, áður en að verkalýðurinn gat bundist samtökum til þess að verjast ágengni auðvaldsins. Já, ég algjörlega sammála þessu, og ég var að lesa skýrslu frá Mannvirkjastofnun í október í fyrra, þar sem að þessar tölur sem ég var að nefna áðan, og það kom líka fram í þeirri skýrslu að 50% af þeir sem eru á leigumarkaði að borga meiri 50% af ráðstöfunartekjum sínum í leigu, og þetta bara gengur ekki upp. Við þurfum líka að taka á því að það eru einstaklingar þarna úti sem eru búin að kaupa jafnvel tugir íbúða og eru síðan að leigja þær út á sama tíma, og fólk kemst ekki til að kaupa sér eignir vegna þess að þeir sem eiga fjármagnin, þeir koma bara, eins og kom fram í fréttum ekkert alls fyrir löngu, þar sem að einhver fjárfestur kom bara með og staðgreitt íbúðina. Það var alveg sama þótt að fólki væri búið að fara í gegnum greiðslumat og var klárt með fjármuni, þá kom bara einhver fjársterkur aðili og yfirbauð og tók eignina. Þetta þarf að kortleggja. Mikið af einhverju bröskurum þarna úti með mikið fjármagn á bak við sig, sem að kaupa hér upp tugi eigna og leigja þær síðan út í einhverju gróðra skinni. Þetta þarf að stoppa í mínum huga. Ég sagði í ræðu minni á Starfsgreinasambandsþinginu að ég vill að lífeyrissjóðirnir núna komi núna að því að fjármagna hér húsnæðis uppbyggingu af krafti, því að það líka alveg ljóst að hvað betri fjárfesting fyrir lífeyrissjóðina heldur en að fjárfesta hér í steinsteypu
en þeir geta samt leið náð góðri ávöxtun þrátt fyrir að vera með leiguna mun lægri heldur en gengur að gerist á hinum almenna vinnumarkaði. Og það nægir þá bara að horfa á þá hækkun sem að verður á fasteigninni. Bara hún ein og sér, enda sjáum við það að hvað á síðasta ári þá hækkuðu fasteignir 22% og að meðaltali minni með að Ragnar Þór hafi sagt að hækkun á fasteignaverði eitthvað hvað 5-6-7%. Þannig að þetta gríðarlega góð fjárfesting fyrir lífeyrissjóðana að ráðast í alvöru uppbyggingu, sérstaklega kannski handa millitekjufólki og tekjulágu fólki, því að það vantar fjármagn í þetta. Ég held að lífeyrissjóðnir eigi svo sannarlega að fara í þetta. En hvað gera þeir? Jú, þeir vilja aðalega vera bara inn í stórfyrirtækjunum. Þeir vilja eiga 70% hér í Högum og 70% í Festi sem rekur Elko og Krónuna og N1 og þessi fyrirtæki. Á sama tíma eru þessi fyrirtæki að berjast við það að skila sem mestum hagnaði til þess að geta síðan skilað út arði til eigenda sinna. Og hverjir eru eigendurnir? Jú, eins og ég var að segja, það eru lífeyrissjóðirnir sem öskra á arðsemi daginn út og daginn inn og þeir vilja fá meiri arðsemi í dag heldur þeir fengu í gær. Og það eru bara neytendur, við, launafólk, heimilin og aðrir sem þurfi síðan að standa undir því að fóðra þessa arðsemiskröfu stórfyrirtækja í formi hærra vöruvers, hærri vaxta, verðtryggingar og síðan í formi þess að reyna að halda niður í kaupgjaldi. Lækkum arðsemismarkmið þessara fyrirtækja og reynum að búa til betra samfélag hér. Ég sagði það líka í ræðu minni að nú áætlað að það verði greiddar 200 milljarðar í arðgreiðslur til fyrirtækja á þessu ári. 200 milljarðar. En það kostar að ganga frá kjarasamningum á hinum almenna vinnumarkaði myndi ég áætla svona í kringum 50-60 milljarða. Þegar verið að greiða út 200 milljarða í arðgreiðslur þá segir auðvaldselítan að þetta sé vítamínsbrauta fyrir fjárfesta og eigendur þessara fyrirtækja. Það vítamínsbrauta að greiða út 200 milljarða í arð en að hækka laun á öllum íslensku vinnumarkaði sem kostar þetta kringum 50-60 milljarða. Það mun valda hér óðaverðbólgu, hærri vöxtum og annarri óáran í íslensku samfélagi. Hér fer ekki saman hljóð og mynd og þessu til viðbótar að þá græðgin sem orðinni í efstu lögum samfélagsins eins og til dæmis bara í Kauphöllinni og þegar við skoðum þau félög sem þar eru skráð, forstjóra 20 fyrirtækja sem eru skráð í Kauphöllinni, þá meðallaunin 5,6 milljónir og þeir hækkuðum 444.000 krónur að meðaltali á síðasta ári. Þetta eru síðan sömu aðilarnir og koma hér og öskra á verkalýðshreyfinguna hvað við séum óábyrg og hvað við séum frek og hvort að við skiljum ekki þær aðstæður sem eru hér bæði vegna faraldursins og síðan vegna ástandsins í Evrópu. En hræsnin í þessu fólki hún ríður ekki við eintemming og það hjálpar ekki verkalýðshreyfingunni þegar að við erum að fara síðan að stilla saman hvernig við eigum að nálgast komandi kjarasamninga að vera með slíkar staðreyndir fyrir framan okkur. Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur hækkaði 700.000 krónur á mánuði. Þetta eru bara tölur og veruleika firringin og siðferðis kompás þessara manna, hann svo vanstiltur að það næri einhver tali. Hörðu, Vilhjálmur, við skulum hleypa öðrum inn og fara að ræða fréttir vikunnar. Ég hef með lista sem ég ætlaði að spyrja þig, ég komst ekki yfir helminginn að því, ég fæði bara seinna til þess að ræða aðra hluti.
En hingað eru komin Guðbjörg Kristmundsdóttir, hún formaður Verkalýðs- og sjómannafélags í Keflavík og nýkjörinn varaformaður Starfsgreinasambandsins. Guðmundur Helgi Þórarinsson, hann nýendurkjörinn formaður VFM, velstjóra og máltæknimanna, og Þórarinn Eyfjörð sem formaður Samíkis. Verið öll velkomin. Guðbjörg, við vorum að ræða við Vilhjálm þing Starfsgreinasambandsins. Hvernig upplifðir þú þetta þing? Og til hamingju með að verða kjörinn varaformaður. Já, takk fyrir það. Herðu, ég upplifði þetta þing bara gott þing, sko. Maður svona kannski óttaðist að þetta færi meira út í eitthvað svona kannski persónu ágreining og eitthvað slíkt, en mér fannst bara þing fulltrúar bara svona nokkuð samstíga í því að einblína á málefnavinnuna og það sem skiptir máli. Þannig að já, mér fannst þetta þing bara gott. Ég heyri ekkert í þér. Já, ég heyrði ekkert hvað þú sagðir, þú varst... Já, fyrir ekki. Ef ég myndi byrja að lýsa því að hvort það hefði orðið stefnubreiting hjá Starfsgreinasambandinu og þá í hvað átt? Með kosningu Vilhjálms? Eða á þinginu? Á þinginu, já, kosningu Vilhjálms, kannski, já. Kannski bara bæði. Sko, það er náttúrulega klárt að það verða sterkar línur með innkomu Vilhjálms. Hann hefur sterkar skoðanir og vill taka á málunum með festu og það er alveg klár og það verður gert. Sko, ég myndi kannski ekki endilega segja að það hefði verið eitthvað svona stefnubreiting kannski akkurat á þinginu sjálfu, en vinnan var bara góð og vinnan í nefndunum var rosalega góð og var að skila góð og fólk var bara, að mér fannst, mjög sammála flest atriði. Það var ekki ágreiningur það, þannig séð, sko, ekki málefnavinnuna. Þannig að ég held að fólk sé alveg tilbúið í það að fara bara að snúa saman bökum og fara bara að vinna saman eða ég vona það allavega, og taka bara á hlutunum með festu. Vilhjálmur sagði það að hann myndi vilja ræða við alla, en svo gæti það komið að einhver vildi ekki ræða við hann. Lendir þá á þér að ræða við það fólk? Ég veit það ekki. Við höfum nú svo sem ekki sest niður og rætt það, en ég geri það þá bara ef þess þarf, en ég bara neita trúa því að fólk ætla að fara að neita því að ræða við Vilhjálm. Hann var mjög skýr í ræðum sínum það að hann ætla að leggja sitt fram til þess að ná einingu innan hreyfingarinnar og mér þætti það svolítið skrítin stefna að félögum eða formönnum félaga innan Starfsgreinasambandsins eða ætla að fara að neita að ræða við hann. Mér þætti það mjög skrítið, en ef svo verður þá náttúrulega bara geri ég það sem ég þarf að gera. Guðmundur Helgi, þú varst endurkjörinn í gær, formaður VFM, fékkst mótframboð, meðal annars frá fyrrverandi formanni sem að þú felldir fyrir 4 árum og öðrum til. Hvað kannt þú að segja okkur hvað þessar kosningar snerust? Það vantar hljóðið. Eða tæknimaður til að setja hljóð á hann. Er það lagi núna? Já, takk. Nei, takk fyrir þetta. Mér finnst eiginlega þessar kosningar hjá okkur hafa kannski snúist það hvort að við erum að halda áfram í þeirri vegferð sem ég hef verið staðið fyrir, að menn reyna að stilla betur strengi sína og vinna meira saman sem heild en ekki einstaklingar. Það er að segja, ég hef aðalega einblínt á sjóinn og svo í landi að vinna með iðnaðarmönnum en á sjónum með öllum stéttarfélögum sjómanna. Ég alveg sannfærður það að við erum sterkari saman. Það samt í þessum málum að þetta orðin stór flóra og það getur tekið smá tíma og smá vinnu að pússa fólk saman þannig að það geti komið út með heildstæða stefnu en ég stend algjörlega fyrir það. Ég tel að mótframbjóðendur mínir hafa frekar vilja setja meiri kraft í félagið sjálft og það að standa eitt og sér, en ég held að sé alltaf betra fyrir okkur að standa saman eins og Villi hefur bent á
að þá erum við í þungum og erfiðum slag hvernig á að skipta kökunni og það skiptir okkur öll máli, ekki bara einstök félög. Ertu þá að vísa til þess að iðnaðarmannafélögin eru nú öll komin saman eða ekki í húsnæði og eru farin að deila svona einhverjum kostnaði? Sérðu fram á að það muni leiða til frekari samvinnu og jafnvel sameiningar? Ég sé nú kannski ekki fram á að það leiði til sameininga en það mun allavega leiða til mun betri samvinnu og kannski einhverja hagræðingar í vinnunni. Við erum ofta að vinna 5 félög, sama verkefninu hverju sínu horni. Við getum gert það hagkvæmara og markvissara með því að vinna saman og koma á kannski með eina stefnu út úr því. Og það eins og Villi segir með starfsgreinasambandi að það ennþá stærra samband heldur en iðnaðarmenn. Iðnaðarmenn eru 20.000 en hann með sína rúma 70.000 það lítur að vera svolítið brekkan á þeim öllum saman. En ef okkur teksta þá erum við líka miklu sterkari út á þessu. Hinn framboðin, væri hægt að lesa þetta að þú væri með áherslu á þá sem eru að vinna á sjó en fólki í landi þykir að athygli þín gagnvart sjómönnum sjó mikil eða? Eitthvað svoleiðis í þessu? Maður hefur heyrt alls konar. Ég held að þetta sé fyrst og fremst það hvort við eigum að vera einir úr sér eða hvort við eigum að vera saman með hinn. Og það að halda eins og bara í síðustu sjómannasamningum 2017 að þá voru félögin svolítið sundruð þegar ég kem í land og á þá sæti í samninganefnd sjómanna að þá voru skipstjóðumenn búnir að semja, ásettar í verkfalli og við erum komnir í verkbann og það fannst mér svona lýsa svolítið sundrunginni sem að var innan forystunar í þeim samningum. Eftir núna að þá hefur okkur borið gæfa til þess að standa saman þó við höfum ekki náð saman kjarasamningi en það. En þá erum við allir stöndum við allir saman sem einn. Og það er þannig sem ég vil sjá þetta. Eins þegar það kemur að ASÍ og stóru samningunum okkar að það væri langt best ef við gætum staðið saman en eins og vilji koma í upphafi að þá svolítið gjá á milli okkar og starfsgreinasambandsins leiðir. Þess vegna verkefni næstu vikurnar að við finnum einhvern takt þar sem við getum unnið saman að kjarasamningum. Við þurfum að hittast, tala saman og vita hvort það sé ekki hægt að pússa þessar stóru einingar saman. Bara það að innan ASÍ 120.000, 130.000 manns og svo stöndum við á þessum stað sem að Villi nefndi ágætlega áðan að það eru fullt af fyrirtækjum í landinu að greiða sér út bullandi arð en eru ekki að deila ábatanum með launafólki. Þannig að það eiginlega það fyrsta sem ég set. Við erum að fá hluta af kökunni þegar það vel gengur. Það þurfum við ekki að koma ykkur saman það hvað ég að gera við Alþýðusambandið og hvert það að þróast og hvert hlutverk þess að vera? Jú, það þetta stóra markmið að við þurfum að pússa það saman og þetta kannski fyrsta skrefið í því, þessi uppstokkun sem átti sér stað í SGS og svo næsta skref að reyna að koma öllum þessum hópum saman. Vilji nefndi það með Ragnar Þór og það náttúrulega mjög flókið bara í hans félagi með þessa svakalegu flóra á launum, hvernig hann ætlar að koma því saman, en við eigum að geta þetta, við gefum okkur bara tíma til þess að fara yfir málin til þess að finna lausnir í staðan fyrir að við erum alltaf að deilum persónur. Það ekki að skipta mestu máli í þessu. Það sem skiptir mestu máli það fólki á baku okkur. En finnst þér að það þurfi að breyta til í Alþýðusambandinu eins og Vilhjálmur leggur mikla áherslu? Við þurfum allavega að ná betri sátt, það alveg ljóst og hvernig sem við förum að því. Við eigum að byrja að taka samtalið innandyra og svo hvað kemur út úr því, stundum það þannig að fólk þarf að gera breytingar til að ná markmiðunum sínum en ég ekki viss að það sé endilega réttasta leiðin í dag. Mér finnst einhvern veginn að við höfum bara hætt að tala markmið og við erum bara að tala persónu. Við þurfum að koma okkur út þeim farvegi. Ok, heyrðu, Þórarinn Eyfjörð, BSRB, það sem að samingi
meirinn helmingurinn af BSRB, með þing í næstu viku. Hvað eru verkefni þess þings? Það að segja að við vorum þing sem kláraðist núna í gær, eins og fleiri reyndar. En mér langar að byrja á því að óska kollegum minn hjartanlega til hamingju með þessu nýju og endurnýjuðu umboð og með kjörin í þessu embætti, og ég vona svo sannarlega að þeim og okkur öllum þá í leiðinni farnist mjög vel á þeirri braut sem við að leggja núna. En við vorum með þingið okkar núna fimmtudag og föstudag á vettvangi BSRB og þar vorum við bara með málefnastarfið. Við skiptum þinginu, það átti að halda fyrir náttúrulega árslok 21 samkvæmt lögum félagsins og við heldum fyrri hlutan, þessi praktíkina, lagabreitingar, kosningar og svo framvegis á haustugum bara á fjarfundi. En svo var ásetningur sem okkur tókst að hleypa í framkvæmd, að hittast eftir þessa fangavist í COVID og halda gott þing með málefnastarfinu og þar vorum við að fjalla bara hvað ég að segja, þessi aðalatriði í uppbyggingu á góðu samfélagi. Það er að segja bara almannaþjónustuna og kjaramálin og lífeyrismálin og jafnrétti og jöfnuð og velferðarmálin öll og framtíða vinnumarkaðinn og svo framvegis. Og það var eins og Guðbjörg sagði frá þinginu þeirra að það var mjög góð þáttaka, það var mjög mikil gleði að geta hist, það var nú bara að segja sem svo er. Og málefnahóparnir sem voru á störfum voru bara mjög kröftugir, þannig að út úr þessu kemur stefnumörkun fyrir BSRB til framtíðar, eða allavega til næstu 3 ára. Nú búið að leggja stefnuna sem byggir á þessum gildum sem ég held að við öll sem að viljum sjá sterkara samfélag og samfélag með meira jafnræðis og sanngirnis. Þá getur verið að vinna þeim málum sem að við eigum að vera að gera. Þetta var mjög gott þing. Sérðu, þegar þú horfir á átökin í Starfsgreinasambandinu og Alþýðusambandinu, hvernig horfir þetta við þér? Já, við erum bara að horfa í nokkur ár eða nokkra hríð á þessu átök sem eru þarna innan ASÍ. Og það er kannski ekkert undarlegt að í langstærstu samtökunum á íslenskum vinnumarkaði meðal launafólks að séu að skipta skoðanir áherslur og stóru málin í okkar samfélagi og hvernig ég nálgast einhver setti markmið sem við höfum trú á. Annað væri eitthvað skrítið ef þetta væri einn samstilltur jákor alla daga. Ég held hins vegar á þessum tímapunkti sem aðeins var minnst á áðan og Guðmundur tók fram að það er mjög mikilvægt núna í dag í þeim mikilvægu verkefnum sem eru framundan að það náist góð sátt og ég ætla að leyfa bara að trúa því að samstillingin innan verkalýðshreyfingarinnar allrar, innan ASÍ og innan annarra bandalaga verði með þeim hætti að við getum gengið fram sameinuð. Því það er það sem skiptir höfuðmáli. Við skulum athuga að núna þegar við komum út úr COVID að þá einhvern veginn við getum mjög vel séð í góðu ljósi mjög mikilvæg atriði í uppbyggingu samfélagsins og hvernig við rekum þetta samfélag í mjög sterku ljósi núna eftir að við erum að takast á að koma okkur út úr þessu mjög erfið ástandi og erum ekki komin út úr því ennþá hvað var COVID varðar. Og nú þarf bara að leggja línurnar út frá því sem eru að þjóðin öll á að sameinast ákveðna samstöðu hvernig við ætlum að reka þetta samfélag. Við ætlum að minnka gjána og þrengjana milli þeirra sem hafa of mikið og þeirra sem hafa mest og þeirra sem hafa ekki nóg til að ganga svolítið sameinuð inn í framtíðina sem ein þjóð. Af því við sjáum það nú svo vel þegar við horfum bara á helstu persónuleikendur í dag og hluta af þeim persónuleikendum sem voru fyrir 12 árum í hrauninu. Þetta er að sumu leyti sama orðræðan, þetta er sama fólkið, þetta eru sömu áherslurnar, þetta eru sömu blekkingarnar. Nú eigum við bara að ná saman atriði sem gerir samfélagið okkar betra þar sem við tryggjum samheldni og jöfnuð og frið. Svona í stórum dráttum. En með við það sem hefur verið sagt hingað til í þættinum að þá erum við bara ekki á þessari leið, Þórarinn. Það er að benda á stjórnlausar arðgreiðslur
á sama tíma og fyrirtækja eigendur segja að það sé bara ekki til skiptana. Ég held að var ekki formaður samtaka iðnaðarins sem orðaði hann einum daginn á sínum fundi síns félags að það væri bara, það er ekki til skiptana. Já, hvenær hefur þetta ekki verið sagt? Þetta er nú bara að vera söngur svo því að hérna frá alveg í öllu mínu minni. Sko, ef við lítum bara til svona, þú veist, einhverja talna sem maður mann úr umræðinu bara í fréttum núna í vikunni, að það sem að stærstu útgerðarfyrirtækin eru að greiða sér upp í kannski 11 milljarða, eða það er 11 milljarða króna hagnaður, ég held að það verður nú að tala þá um Brim, og hvort að þau voru að greiða þá semst auðlindagjald upp á 750 og 900 milljónir, það sé innan við milljarð, en hlutum 4 milljarða í arð. Þetta er náttúrulega, sko, þetta er bara tóm vitleysa. Í þessum sameiginlegum auðlindum okkar sem við eigum, þó svo að framkvæmdastjóri samtaka sjávarútvegsfyrirtækja sagði á sínu tíma að þjóðin gæti ekki átti neitt, alveg spróðlandi flott yfirlýsing, að þá er það rugl sem að þeim hefur tekist að halda á lofti í skjóli bæði núverandi og fyrrverandi stjórnvalda. Og það er nú svolítið, finnst mér, alltaf dálítið sárt til þess að hugsa að sá flokkur sem að gefa sig nú út fyrir að vera mesti jafnaðarflokkur á Íslandi að hann skuli standa í þessu bölvuðara vitleysu með mesta hægri flokki í Íslandi sem að hefur haldið utanum þetta fyrirkomulag, náð að keyra það í gegn, náð að halda áróðurinn inn í samfélagi á því stigi að fólk þorir ekki að fara í þessar breytingar sem nauðsynlegar eru. Að þarna þurfum við virkilega að taka til hendina og það er auðvitað við verðum að gera það gegnum stjórnvöld, við verðum að gera það væntanlega í gegnum nýja stjórnarskrá þó ég ætla nú ekki að vera að tala sérstaklega um það, en nýtt fyrirkomulag samstöðu fyrir þjóðina. Auðvitað vitum við það að þessi ágreiningur að hluta til sem að er í samfélaginu og þá er ekki að tala sérstaklega um verkalýðshreyfinguna. Hann er tilkominn vegna þess að það er stöðugur áróður fyrir því að annað fyrirkomulag sé ónýtt eða hættulegt eða ekki tækt og allt sem mér sé þessi yfirlýsingin að Bjarni gaf í vikunni að það væri eiginlega ómögulegt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að ef að þjóðin kæmist að annarri niðurstöðu heldur en alþingismenn, heldur en stjórnvöld, hvernig ætti þá að fara með þjóðaratkvæðagreiðsluna eða niðurstöðu hennar? Það verður bara ekki hægt. Þannig að þjóðin mætti aldrei hafa aðra skoðun í rauninni heldur en valdhafarnir á þingi hverju sinni. Þetta var yfirlýsing um það. Sem er algjörlega stórkostlegur málatilbúnaður. En þetta lýsir því í hvaða ástandi við erum þegar stjórnvöld segja þjóðarvilji er ótækur og þjóðarvilji er einskisverður. Þetta eru þetta bara verkefni sem við þurfum öll að sameinast til framtíðar, að breyta samfélaginu. Það er nú bara svo einfalt. Vilhjálmur, má ég taka upp eitt af því sem Þórður var að segja sem var að veri vinstri flokkur og hægri flokkur í ríkisstjórn og í gamla daga þegar við nefndum Gandhiaka áðan, að þá var oft sagt að þegar að vinstri flokkarnir væru í ríkisstjórn að þá væri erfiðari fyrir verkalýðshreyfinguna að sækja fram, að þá væri verkalýðshreyfingin fljótari að lúffa fyrir stjórnvöldum. Er þetta vandamál í verkalýðshreyfinguna þá? Endur þetta spurninguna, ég var að skrifa þess að ég datta þess. Já, ég skal gera það. Það var að því að Þórari var að tala um að það væri svona skringileg ríkisstjórn, það væri hægri og vinstri flokkur og við vorum að tala um tíma Gandhiaka í Verkamannssambandinu. Á þeim tíma var talað um að það væri verra fyrir verkalýðshreyfinguna að hafa vinstri flokkana í ríkisstjórn því að þá væri verkalýðshreyfingin fljótar að lúffa. Er þetta vandamál ennþá til í verkalýðshreyfingunni að það sé að hún sæki síður meðan að flokkur eins og VG er ríkisstjórn? Ég held að geti alveg verið margt til í því. Ég held að bara líki til dæmis fyrir eins og ef við skoðum hrunið og hvernig það var nú vinstri stjórn þá við völd að hluta til, Samfylkingin leiddi þá ríkisstjórn. Sú ríkisstjórn tók svo sannarlega ekki stöðu með launafólki og heimilunum. Þeim var fórnað á altari fjármálakerfisins eins og frægt er orðið og sagan staðfestir. Ég hef oft upplýst það hvernig heimilunum var fórnað þar, meðal annars
á grundvelli þess að ekki væri hér hægt að taka vísitöluna tímabundið úr sambandi sem hafði þær afleiðingar að skuldir heimilanna stökkbreyttust á einni nóttu 420-30 milljarða og þúsundir heimila mistu hér húsnæði sitt. Á sama tíma þetta var að gerast að það voru hér slökkvistarf af hálfu fjármálaráðherra sem þá var Steingrímur J. Sigfússon, þar sem hann brunaði hér á milli hér fjármálastofnana, alveg sama hvort að það var Sparisjóðurinn í Keflavík eða aðrar stofnanir sem að tilheyra fjármálakerfinu. Þar var hið raunverulega slökkvistarf og ef ég man þetta rétt að þá kostaði að endurreisa fjármálakerfið, og þetta nú bara opinbera tölur sem birtust inn á minni mig hjá viðskiptaráðherra á sínum tíma, að þá kostaði einhvers staðar í kringum 420-30 milljarða að endurreisa fjármálakerfið, en það var lítið hægt að gera fyrir heimilin, annað heldur þessi svoköldu 110% leið sem að þá var, og þetta vinstri stjórn sem að þarna og 110% leiðin var ekkit annað verkværi heldur það að reyna að fá fólk til að halda áfram að greiða af eignum sínum þar sem að fólk var tæknilega algjörlega gjaldþrota. Þannig að ég tek dálítið undir það að vinstri stjórn hefur ekki verið hagfelld launafólki, enda fengu síðan vinstri flokkarnir eftir hrunið verulegan skell og meðal annars vegna þess að þau tóku ekki stöðu með heimilunum. En heldur það að vera VG í ríkisstjórninni hafi haft áhrif á hvernig verkalýðshreyfingin hefur sótt á ríkisstjórnina? Ég bara veit það ekki, Bjarni og mér finnst nú reyndar að Sjálfstæðisflokkurinn og þá sérstaklega Bjarni ráða ótrúlega miklu í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Ég held að hann ráði að mínum dómi yfir 50% af öllum ákvörðunum sem teknar eru við þetta borð, því að það liggur náttúrulega fyrir að allar aðgerðir sem að þarf að gera og kosta einhver fjárútlát, að það endar inn á hans borði, og ef hann segir nei, þá verður ekkert af því. Og ég fann það alveg að þegar við vorum í viðræðunum samhliða lífskjarasamningnum síðast, hversu ofboðsleg völd hann hefur, og ég hefði viljað sjá Katrínu vera dálítið svona aggressívari í því að taka stöðuna með okkur þótt að vissulega, og ég ætla ekki að gera lítið úr því að stöðningu stjórnvalda í lífskjarasamningnum var umtalsverður. Þetta var, eins og ég sagði áðan, 80 milljarða framlag sem að stjórnvöld komu með inn í þann samning, þannig að maður má ekki vantaka það sem að gott gert, og það vissulega hefðum við viljað fá meira, og ég held að ef við eigum að ná saman kjarasamningum í komandi kjarasamningum, að þá verður aðkoma stjórnvalda, og ekki bara stjórnvalda, heldur Seðlabankans, og síðan, en ekki síst, bara verslun og þjónusta og aðrir aðilar að taka höndu saman og koma með okkur í þessa vegferð ef okkur ætlar að takast þetta. Því að það er alveg á hreinu að það þýðir ekki fyrir fyrirtæki og stofnanir og sveitarfélög og aðra að halda það að þeir komist upp með það að varpa öllum vandanum yfir á launafólk og halda það eina einustu mínútu að við þurfum ekki að verja stöðu okkar félagsmanna með því að bæta kjör þeirra til að standa undir því sem að hefur þeim auknu álögum sem er verið að leggja á fólk. Við verðum að gera það, það er bara okkar hlutverk, og til að ná þessu saman að þá verða menn, eins og ég sagði áðan, að mynda þríhliða, fjórhliða samkomulag þar sem allir koma að borðinu og allir taki þátt, en ekki eins og þetta var í lífskjarasamningnum sem að núna hefur verið afhjúpað,
að það eru efstu lögin sem taka ekki þátt. Þau bara hlæja þessu. Og við skulum ekki gleyma því að þegar við kynnum lífskjarasamningin í ráðherrabústaðnum að kveldi 4. apríl, að þá stóð bunan upp úr samtökum atvinnulífsins, fulltrúum þeirra, mikilvægi þess að allir myndu fylgja þeim launabreitingum sem að þar var samið til þess að ná markmiðunum sem við ætluðum okkur að gera, en nú hefur komið í ljós að þessir aðilar sem meira að segja sitja síðan margir hverjir inn í stjórn samtaka atvinnulífsins, þeim datt ekki til hugar að fara eftir þessu. Og hvaða skilaboð eru þessi menn þá að senda okkur? Og ég tek undir það sem að kom hér fram áðan varðandi þennan hagnað og þessar algreiðslur og allt sem við erum búin að vera að ræða hér. Þetta er náttúrulega bara, þetta er svo galið og þetta er svo veruleika fyrt að horfa upp á þetta, tala hvaða afleiðingar það muni hafa á samfélagið þegar við verðum að horfa á launabreitingar, og taki eftir sko líka að VR skoðaði það núna ekkert alls fyrir löngu, bara í tímalínu, aftur í tíman, bara held ég bara eitthvað 20 ára aftur í tíman. Það hefur aldrei nokkuð tíma verið svigrúm til launabreitinga handa launafólki, og skiptir þá engu máli hvort að við erum í góðæri, hvort við erum í kreppu eða hvort það er einhvers konar millibils ástand. Það hefur aldrei verið svigrúm til launabreitinga. Guðmundur Helgi, Vilhjálmur nefndi valdamestamanninn í ríkisstjórninni, Bjarna Benediktsson, hann var með eina stórfréttum vikunar að 22,5% hlutur ríkisins í Íslandsbanka var seldur í skjóli nætur eins og sagt er. Það er nú ekki almennilega komið fram enn þá held ég sko hverjir fengu að taka þátt og hverjir keyptu. Hvernig slær þetta þig, þessi aðferð? Já, ég held að þetta sé bara rétt orða. Þetta var gert í skjóli nætur og það var ekki mjög gegnsætt, og ég held að komið mörgum á óvart þegar þetta var birt að þetta myndi gerast. Mér skilst að íslensku ráðgjafarnir sem að voru í þessari nefnd þau vilja hafa opnað þetta meira og leipa allavega almenningi inn í þetta. En við erum ofta að tala þennan launamenn og þetta gífurlega mikla gap sem að myndast á milli venjulegs launafólks og svo æðstu stjórnanda. Mér finnst líka að við verðum að fara að horfa meira á það sko, hvernig eignamyndun í landinu að færast. Á meðan hinn venjulegi launamaður að berjast við að eigna sína íbúð, að þá eru sko orðnir ofurríkir menn sem eiga megnið af því sem verðmæti í landinu, og oft á tíðum kemur þetta út úr sjávarútveginum. Þóra nefndi það áðan að það sem, hagnaðin hjá Brim og síldavinnslan eru inn á markaði, og það kemur ljós þar að þeir eru að borga 7,5-8 milljarða út sem hagnað arð til sinna hluthafa, og þannig eru þeir að nýta sameiginlegu auðlind okkar, en þeir geta ekki gengið til samninga við sjómenn. Það sem að stendur út á núna milljarður. Það er að segja ef að SFS kemur inn með milljarðin í samningana, þá getum við náð okkar takmörkum þar, sem fyrst og fremst að fá sama lífeyrissjóð og aðrir landsmenn. Og maður hefur fengið að heyra að sko, þið eru nú að ansi góðu kaupið, þannig að eitthvað lífeyrissjóður nokkuð hár. Ég hef grunum að allir þeir sem sitja hinum með við borðið fái 15,5% í lífeyrissjóð. Og svo núna það nýjasta eða ekki nýjasta sem búið að eiga sér stað hérna í nokkur ára, það fiskeldið. Það að verða bara stóriðja sem að skila til sinna eiganda milljörðum, og þeir milljarðar fara flestir út úr landinu. Þannig sko ekkert regluverk komið utanum þessa stóriðju. Það að mynda deilur víða, Landvernd og fleiri sem ekki hrifnir af þessu. Og mér finnst líka þegar að koma svona erlendir aðilar inn og að setja upp stóriðju sem þeir ætla að græða á, að þá sé alveg lágmark að þeir borgi viðunandi laun til starfsfólksins þegar þeir eru að nýta auðlind okkar í þessum tilgangi. Þannig að ég held að Bjarni Ben ráði miklu, jafnvel bara öllu sem hann vill ráða ennþá, en það samt þannig að
það vaxandi óánægja hjá launafólki að þeir fá aldrei að fá sanngjarnan hluta af kökunni. Þú nefndir þarna fiskeldið þar sem eru fyrst og fremst erlend fyrirtæki sem eru að nýta firðina hérna. Er þetta þannig atvinnuuppbygging að Íslendingar ráði ekki við þetta? Gæti fólkið á Patró og Tálknafirði ekki rekið fiskeldi sjálft? Er þetta þannig að þetta sé svo sérkennileg framleiðsla að það sé erlend þekking sem að kemur hérna inn og mikið til að þessu er líka miklu leyti innflutt vinnuafl sem að vinna við þetta og svo fer arðurinn í burtu, þannig að þetta eiginlega, þetta snertir íslenskt samfélag eiginlega eins lítið og hægt með að við hafa starfsemina. Það ættu Íslendingar kannski að skoða það að bara byggja þetta upp sjálfur. Tvímælalaust, en ég held að það sem hafi stoppað Íslendinga til að fara í þetta, menn vilja að þetta sé gert á ríki og sveitarfélög sé ekki að taka þátt í þessu. Þetta mikill stofnkostnaður og smá bið eftir arðseminni, en það alveg ljóst að það líka mikil arðsemi í þessu og þeir eru bara að koma hingað Norðmennina því að það svona komnar einhver hlið þarna úti sem þeir eru ekki sáttir við í Noregi, sem þeir þurfa ekki að framfylgja hér. Og það alveg glórulaust að þetta komi hérna bara inn í einhverja firði og fylli þá á þeim forsendum að fólki verða að hafa atvinnu og svo eru ekki einu sinni virtir grunnreglur kjarasamninga á Íslandi af því að það svo mikið í húfi. Við verðum einhvern tímann að draga andan og fá að skipuleggja þetta frá upphaf en ekki hlaupa alltaf til og gera eitthvað sem að stendur þá uppi þannig að 90% arðseminni fer í vasa einhverja einstakara og ég tala nú ekki ef við erum að styrkja bara Norðmenn í þessu. Þetta líka hefur svona tengingu inn í bara auðlindir almennt. Það eins og hann nefndi Þórarin að þá ekki hátt auðlindagjaldið miðað við arðgreiðslu hjá þessum stóru útgerðarfélögum. Hvað á renta þjóðarinnar að verða af auðlindinni og við eigum eftir að taka vatnsföllin og jafnvel vindin líka eða landsvæðið sem á eftir að fara undir vindmyllur og það mér skilst að það sé nú aðalega útlendingar sem vilja fjárfesta í því. Við verðum að sjá dýpri heildamynd áður við hlaupum alltaf á einhvern skammtíma gróða fyrir örfáa. Er ASÍ með stefnu í þessum málum? Nei, það ekki komin beint heildarmynd á allan auðlindina og hvaða leiða ég fara í því, en ASÍ sammála það að það á að greiða sanngjarna auðlindarentu til ríkisins. Guðbjörg, við höldum okkur við Íslandsbanka. Fékkst þú að kaupa hluti í Íslandsbanka í vikunni? Ertu að spyrja mig hvort ég sé vinur Bjarna Ben? Já. Nei, við erum ekki vinir. Ég hef aldrei hitt hann, þannig að ég fekk ekki að kaupa þetta og það sem ég hef kannski svona áhyggjur af, það að maður orðin einhvern veginn svona, það ekkert hægt að koma hann óvart. Hlutir sem eins og þetta að það sé hægt að taka bara þarna þjóðareign og kannski þetta ekki þjóðareign, það náttúrulega engin þjóðareign samkvæmt einhverjum, en að þetta sé að gerast og að það sé ekki bara allt tjúla. Þetta náttúrulega samfélagsmiðlum fólk að tala og eitthvað svona, en hvort að við erum orðin svona dofin fyrir hlutum hefði ekki þurft eina góða búsáhaldabyltingu fyrir utan Alþingishúsið út af þessu eða eitthvað álíka. Ég hef pínu áhyggjur af því að við séum kannski bara ekki nógu brjáluð út af hlutunum, en það eru svona ýmis orð sem poppa upp í hausinn á mann eins og siðblinda og annað slíkt. Man finnst ekki að umræðan oft skrítin að það talað að nú var hlutur ríkisins í Íslandsbanki seldur á 2 til 4 milljörðum undir markaðsverði og það ekki óðurlegt? Nei, það alveg þvert á móti það mjög gott að selja það undir markaðsverði. Það einmitt bendi til þess að salan hafi tekist mjög vel. Þannig að maður alveg hættur að skilja. Já. Og svo bara fjara málið út.
Já, ég ekki ekki viðskiptafræðingur og ekkert rosalega vel að mér í markaðsmálum en mér finnst þetta rosalega skrítið sko. Við vorum átti þessa umræðu við mannin minn í morgun og ég var að tala sko, það var einn sem útskýrði þetta svo vel inn í fjármálatips á Facebook, það sem hann var að tala þetta einmitt að ef hann væri að selja húsið sitt og myndi setja á 50 milljónir og einhver myndi bjóða 49 og hann myndi segja, nei, ég selði á 39. Það vita allir að þetta gengur ekki upp, sko, og líka þegar þú ert að selja, sko, annarra manna eignir, þú hlýtur að þurfa bara á faglegum forsendum að þurfa að reyna að fá sem mest fyrir það. Ef þetta væri þitt eigið, þá náttúrulega er þetta bara þitt val. En þetta bara óskiljanlegt. Talandi það, þá auðlindagjaldið náttúrulega nær varla að vera 5% af því verði sem að útgerðin að leigja hvor annarri kvótan á. Þannig það nú dæmi að verðmæti almenning sem deilt út á hlægilegu undirverði. Algjörlega. Og já, það ótal margir hlutir sem maður skilur ekki og ótal margir hluti sem að þyrfti virkilega að taka á og ég veit ekki hvernig, kannski hefði þurft að vera einhver önnur niðurstaða á síðustu kosningum en það er náttúrulega ekki hægt að horfa aftur á bak í tímann, sko. Þórarinn, keyptir þú í Íslandsbanka í vikunni? Nei, ég gerði það nú ekki, mér var ekki boðið einhverju hluta vegna, en sko við getum litið á þessa Íslandsbanka sölu aðeins í stærra samhengi. Við erum einn gallinn við okkar ágæta samfélagi í fyrsta lagi, við erum of seinþreytt til vandræða og öðru lagi, við erum allt of fljót að gleyma. Sko í fyrri sölunni, 2020, ef ég man rétt, að þá Bankasýsla ríkisins henni stýrt af Bjarna Benediktssyni og þessi sko skollaleikur og leikrit sem sett á svið að Bankasýslan hafi tekið ákvörðun að leggja til að bla 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 náttúrulega bara beint sko út frá því sem að Bjarni hefði sagt að gera. Það nú eitt í þessu og svo 2020, í desember að þá sem sagt var Bankasýslan búin að gefa okkur út ef ég man dagsetningarnar rétt að þá var þingið sent heim í jólafrí 4 dögum eftir að það komið frí að þá var þetta búið að taka ákvörðun og síðan var eitthvað sett til umsagna til þingsins þannig að í janúar, 2 dögum eftir að þingið var sett í janúar að þá fór sem sagt söluferli í gang. Í aðdraganda þeirra sölu þá voru að gera kannanir meðal þjóðarinnar hvort að hún hefði áhuga á eða styddi það að þessi Íslandsbanki yrði seldur og þjóðin sagði þvert nei. Þetta bara skiptir engu máli. Það ákveðin ómöguleiki að hlusta á þessa ágætu þjóð þarna sem einhvers staðar úti. Við ætlum að gera bara nákvæmlega það sem okkur sýnist. Og það sem kemur okkar fólki best hverju sinni. Og þessi hlutur sem var seldur þá, held ég man ekki hvað var hár, en hann hefur hækkað í verði 30 milljarða. Þannig að undirverðið, þegar við erum að tala núna sko að þetta hefur undirverið på 2,5 milljarði eða hvað það var, það miklu meira heldur en það. Og þessir sko 20 milljarða renna í vasa ákveðina. Það nú þannig. En mér langar aðeins að örlítið að tala aðeins meira húsnæðiskerfið ef ég má. Því að minnst á Bjarg, ég náði það þegar við viljum að vera að tala Bjarg. Má ég það, Gunnar? Já, gjörðu svo. Takk fyrir það. Að sko, vandinn sem við stöndum frammi fyrir, við þurfum 30.000 íbúðir nýjar hið minnsta fyrir 2030. Það sé á næstu 8 árum. Og hvernig í óskopunum eigum að ná því? Það þarf svo rosalega mikið til. Og ég var alveg saman á því sem við viljum vera að tala áðan, ef ég skildi það rétt að það þarf svo gríðarlega sterkt sameiginlegt átak með aðkomu stjórnvalda og verkalýðsfélagana og náttúrulega auðvitað byggingaverktakana og allt það sem geta tekið þetta verkefni að sér. Við þurfum einhverja sameiginlega vegferð þar sem við erum að horfa til 10-15 ára, hið minnsta. Því að núna þetta með Bjarg, hvernig það hefur sannað þessi aðferðafræði Bjargs, þetta góða verkefni ASÍ og BSIB,
náttúrulega, sko, opnar bara augu okkar fyrir því hvað hægt að gera á þessu markaði. Og svo eitthvað sem að, hvað ég var að segja, við getum ekki, sko, þanið verkefnið út yfir allt, við bara ráðum ekki við það, með því að setja ómikið inn í, þess vegna þurfum við að stýra svolítið með aðferðafræðinni. Og Blær núna sem tekin til starfa, að því vorum að tala um lífeyrissjóðana, ég ber mjög mikla væntingar til þess að lífeyrissjóðunir komi inn í hugmyndafræði Blæs og fjárfesti í íbúðarhúsnæði til lengri tíma á hóflegum vöxtum. Og ég held að þetta ég tek undir það einhver frábærasta fjárfesting sem til Og í því kerfi þá hægt að búa til svona jafnvægi til að tryggja arðsemi, bæði með þar sé leigutekjum og hækkun á verði eigna. Þetta módel getum við búið til og þetta eitt af þessum að hleypa á stokkunum í einhverju góðu fyrirkomulagi, þannig að arðseminu, bara tölum það, komi fram í tvennu, það sé að lágu leiguverði og að lágum hóflegum vöxtum til lífeyrissjóðanna. Og þegar við varum að tala um vexti sem eru þetta með arðsemiskröfur sjóðanna upp á 3,5, kannski 4%, eitthvað svoleiðis, að þá það allt önnur arðsemiskrafa heldur en þessi 10, 12, 15% sem að lukkurittarinn í byggingariðnaðinum vilja ná. Það nú einu sinni þannig. Þetta módel, og þetta náttúrulega þekkt í Evrópu, þetta hefur verið gert, þetta væri módelið sem að við gætum, eða okkur ber gæfa til, keyrt í gang og hjálpa virkilega til. Að við þurfum að ná utan um þetta. Þetta ástand náttúrulega bara ekki hægt. Takk. Vilhjálmur, það ekki rétt? Já, Þórarni, að sko Bjarg góður vísir, en kannski komin tími til þess að það verði lagðar fram bara stærri hugmyndir og þær hugmyndir sem hafa virkað hafa raunverulega verið lagðar fram af verkalýðshreyfingunni að það eins og stjórnmálaflokkarnir hafi ekki svona burðina og getuna til þess að koma með endurskoðun raunverulega á óbreyttir húsnæðisstefnu sem gjaldþrota, það bara þannig, það ekki til húsnæði, það allt dýrt, leigjendur þjást, það bara augljóst að núverandi húsnæðisstefnu algjörlega gjaldþrota. Það ekki hlutverk ykkar, ASÍ og BSRB og kannski ykkur á fleiri, að einfaldlega koma með hvítbók húsnæðiskerfið, svo við vitnum óbeint í það sem að vera að tala um bankasýsluna, það alltaf búin til eitthvað svona hvítbækur sem einhverjir vinir gera og svo það kynnt eins og sé bara orðin hlutur. Þarf ekki að koma bara stór breyting í húsnæðiskerfinu sem að verkalýðshreyfingin nær saman og knýr í gegn. Algjörlega, og ég tek undir þetta sem að hann var að tala um áðan að eins og með varandi Blæ að lífeyrissjóðir komið þar af og fjármagni það með hóflegum vöxtum og þetta átak þarf að hefjast, sko, það hefði þurft að hefjast í gær. En ég held að núna næstu vikurnar og næstu mánuðina þetta bara stóra verkefni okkar. Við vitum líka að Bjarg hefur lent í þeirri ótrúlegu stöðu að þurfa að skila framlögum sem það hefur fengið frá sveitarfélögunum vegna þess að lóðirnar lóðirnar eru raun og veru ekki klárar, það eru ekki tilbúnar. Og það náttúrulega bara stóra vandamálið sem við stöndum frammi fyrir lóðaskortur. Það fullt af landi til. Það alltaf verið að tala um það að sé ekkert mál að það sé í raun og veru ekki lóðaskortur, en lóðirnar eru bara ekki tilbúnar til byggingu. Og þetta eitthvað verkefni núna sem að sveitarfélögin bera fullkomna ábyrgð á og núna eru sveitarstjórnarkosningar að hefjast og þeir verða að gjöra svo vel að koma þessum hlutum í lag. En við verðum að fara í þjóðarátak og takið eftir sko það sem að mér finnst eiginlega daprast í þessu öllu saman að í lífskjarasamningunum 2019 þá var þetta líka aðalmálið. Takið eftir, þetta var aðalmálið í lífskjarasamningunum, það að koma böndum utan húsnæðismarkaði. En hvað klikkaði Vilhjálmur? Hvað klikkaði? Það bara klikkaði til dæmis hjá sveitarfélögunum og þessu var bara ekki fylgt eftir. Til dæmis það núna fyrst að fara að gerast ef ég skildi Sigurð Inga ráðherra rétt að núna fyrst skráning á íbúðum að verða með þeim hætti að það sé hægt að fara að sjá það inn í kerfinu skilurðu. Hingað til hefur þetta verið þannig
samtök iðnaðarins hafa labbað hér hverfin að telja út hvað eru margar íbúðir í byggingu, liggum við með skrifblokk, að það skuli ekki vera rafrænt kerfi þar sem hægt að fara inn í Reykjavík, inn í hverfi, hvað eru mörg hús í byggingu, að hvaða stærðarflokki og svo framvegis. Það skuli ekki vera hægt að bara fara inn á einhvern vef og skoða það og þá bara líka vítt og breytt landið. Þetta algjörlega sko með ólíkindum að svona kerfi sé ekki ennþá komið upp, þar sem að byggingarverktökum verði gert skylt að skrá slíkar byggingar inn í einhvert kerfi þar sem að síðan hægt að sjá og íta bara á einn takka og segja, hér eru 300 íbúðir í byggingu og verða klárar eftir x marga mánuði, þannig að menn hafa einhverja heildar sín yfir það hversu alvarlegt ástandið en ekki bara með þeim hætti að sem verið að telja þetta út eftir byggingakrönnum og labba götur og handtelja þetta. Þetta er náttúrulega algjörlega fráleitt á þessari tækniöld sem við búum við í dag. Þetta er líka valdið því að sko sveitarfélögin hafa getað sagt stórkostlega ósatt í aðdraganda kosninga. Það vera að benda á hitt og þetta sem að í og sumt að þessu það er ekki einu sinni komið í skipulag og hvað þá byrjaði að grafa grunninn eða fara að byggja, en þetta er alltaf kynnt eins og það sé bara rétt handa við hornið, þannig að þetta er svona einhver glundrúð. En fyrir utan þá veist það að skrá þetta og afla upplýsingar kerfið ekki komið tími á því að það alveg ljóst að það þarf að, eins og Þórarinn sagði, byggja 30.000 íbúðir. Guðmundur, þurfum við ekki bara að fara að sittast niður og ákveða hver á að byggja þetta, hver svona íbúðir eru, hvernig hægt að halda byggingarkostnaðinu niðri, hvernig hægt að framleiða ódýrt húsnæði til hliðar við markað sem náttúrulega okurmarkaður. Það bara þannig að verktakar að taka bara 10-20 milljónir í hagnað af hverju íbúð sem Já, sko við tókum einhvern tíðan þjóðarátak og byggðum Breiðholtið. Ég held að við komnir á þann stað núna að við þurfum að gera eitthvað svipað. Ég ekki að mæla með því að við byggjum hana Breiðholt, við hljótum að geta gert þetta með því að dreifa því aðeins landi og finna hvar þörfin en það alveg ljóst að eins og markaðurinn hefur þróast að þá þetta stóreignamenn sem að græða mest á þessu og við verðum að koma til móts við fólki sem að berjast í bökkum svo það geti verið í öruggu húsnæði. Ég held að það sé rétta leiðin eins og Vilji nefndi á hann að við reynum að fá lífeyrissjóðina inn í þetta. Þetta eru þá, það allan okkar peningar þar inni, okkur finnst þeim kannski betur varið þarna inni heldur en að kaupa banka og verslunarfyrirtæki sem að öskra bara á meiri arð. Því að þetta mun þá allan nýtast okkar fólki. Og við þurfum að ná einhverju sáttum þetta. Við ætlum ekki að lenda í því örfá ræður og hjara veraldar að einhverjir séu það illa stattir að þeir verða að fara að sofa úti, sofa í bílónum sínum eða einhverjum hjólísum eða einhverju svoleiðis. Við verðum að standa upp og leysa það. Bjarg frábært konsept, en við þurfum að líka að hleypa fólki að geta eignast hagkvæmar ódýrar íbúðir og þessi umræða verður að fara í gang. Ég hef ekki lausnir á henni þannig, en ég finnst nú vilja okkar ofta að staðið fremstur í flokki þarna og verið mjög duglegur að benda á þetta og ég styð hann alveg í öllum góðum málum í þessu. Má ég aðeins kommentar á þetta? Takk fyrir það. Sko aðeins þetta með bara til að setja hlutin í samhengi. Þetta átak í Breiðholtinu til dæmis, þegar stundum talað það, að þetta voru minnum eitthvað 1300-1400 íbúðar á sínum tíma. Nú sko Bjarg frá 2016-17, bara þannig við höfum það í huga, sko búið að afhenda einhverja 700 íbúðir og það eru trúlega 400-500 íbúðir viðbútt á teikniborðinu eða á mismunandi byggingastigum hjá félaginu. Þannig að þetta hægt að gera þetta og við höfum að einblína svolítið á það, bara setja í gang með réttum aðferðum. En eitt þáttur sem ég verð að koma að í þessu og það hvernig sko ríkisstjórnin hefur í rauninni tekið ákvarðanir í að
hjálpa almenningi til íbúðakaupa og koma sér þak yfir höfuð með algjörlega misheppnuðum aðgerðum. Og það var alveg fyrirsjáanlegt vegna þess að ef að fólk hefur ekki séð það fyrir, þá hefur það ekki lesið bókina hvernig á að setja fjármagnsstuðning inn í svona til almennings, því það kemur það bara fram á blaðsíðu 1. Það sem stjórnvöld hafa gert, þau eru búin að eyðileggja vaxtabótakerfið. Það er að segja efnalitlar fjölskyldur og ungt fólk sem naut vaxtabótakerfisins, og ég getum bara sagt eins og þegar við hjónin keyptum okkar fyrstu litlu íbúð með ekkert fjármagn á bakinu eða með okkur, að þá var það fyrst og fremst vaxtabótakerfið sem hjálpaði okkur í gegnum það. Við reiknum það bara út hvað við gætum og hvernig við yrðum að fara að þessu, og það var það sem kom okkur á stað. Síðan búa til þetta dásamlega kerfi sem var leiðréttingin, þar sem fóru 72 milljarðar, og opna fyrir það þá máttu fólk nota peningana sem það átti nú þegar. Að vísu var þá skattlaust. Það er að segja, sá efsta lag samfélagsins sem að næra spara með þessari aðferð, það í séreignarsparnaði, það fólk sem hafði það best gat tekið út og notað til íbúðakaupa og fasteignakaupa. Það var ekki unga fólkið, og nú búið að eyðileggja vaxtabótakerfið og eyðileggja það, og þessi aðferð enn í gangi, og það kemur þeim sem að mest þurfa á að halda að engu gagni. Engu. Og það engin umræði sérmaður það á vegum stjórnvalda, bítu, við gerum þetta mistök, féð og hjálpin ekki að fara þangað sem vonandi að var stefnt, hvað þau að gera. Þannig að kom einhverja hugmyndir. Kannski voru þetta ekki mistök, Þórarinn, kannski voru þetta ekki mistök, kannski var þetta bara ætlunin. Já, kannski, ég ætla bara að vona ekki, ég ætla að vona ekki, kannski er það alveg laukrétt hjá þér, ég ætla bara að vona ekki svo að hafi svo verið, vegna þess að þá enn á nýja þá er verið að búa til samfélag sem við viljum ekki sjá. Takk. Guðbjörg, við erum svolítið á leiðinni í samfélag sem við viljum ekki sjá, svo ég endurtaki það sem Þórarinn sagði. Já, mér langar kannski aðeins koma inn í þessa húsnæðis umræðu, að ég held að hlutabótaleiðin, hlutdeildarlánsleiðin, maður er alltaf að rugla þessu saman þessu hlutabótaleið, hlutdeildarlánsleiðin hefði í grunninn séð, og hugsunin á bakvið hana ekkert svo slæm nefnilega, en hún var bara ekki nógu vel ígrunduð og ekki hugsuð kannski út frá því hvernig, eða kannski ekki verið náttúrulega ekki áttun á því hvernig markaðurinn yrði og verðið myndi hækka vegna þess að öll mörk eru svo lág. En ég veit að til dæmis eins og á Suðurnesjum, þá var mikill fjöldi af fólki sem hafði ekki haft tök á því að kaupa sér íbúðir, komst inn á íbúðamarkaðinn með þessari leið, á meðan að maður heyrði að fólki inn á höfuðborgarsvæðinu sem gat ekki nýtt hana vegna þess að íbúðaverð þar var svo hátt að það fjallu eiginlega engar íbúðir undir þessa leið. Þannig að það hefði kannski þurft að taka hana bara aðeins upp aftur og skoða hana kannski meira með tilliti til svæða, að þyrfti að vera önnur og hærri mörkin á höfuðborgarsvæðinu. Það var svo rosalega lítill munur á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Og landsbyggðin kannski á Suðurnes heldur ekki það sama, Það er ekki, en það voru reyndar, ég held að þetta hafi verið þrískipt. Þannig að ég held að með því að laga þá leið og með því að taka vaxtabótaleiðin og gera vaxtabætur af einhverjum raunveruleika aftur, ég þekki engan sem fær vaxtabætur. Þú mátt ekki vera með tekjur, þá færðu ekki vaxtabætur. Þannig að ef að sú leið yrði líka löguð, þá erum við nú kannski búin að aðstoða fólk við að komast í húsnæði, en þá náttúrulega verður húsnæði líka að vera til staðar. Þannig að það þarf... En segðu mig Guðbjörg, að því að fólk gat nota þetta á Suðurnesju vegna þess að þar var íbúðaverð lægra, þannig að á höfuðborgarsvæðinu var það þannig að þú þurftir að vera með svona lágar tekjur til þess að mega að kaupa, en svo var húsnæðisverðið var svona hátt og þannig að þú áttir efnaði, þannig að það bara gekk ekki upp. En leiddi þetta ekki til þess að íbúðaverð á Suðurnesjum hækkaði þannig að þetta lokaðist þar líka, eða? Er þetta ennþá opið þannig að er fólk ennþá að fá sér lán þar til þess að... Já, það var verið að auglýsa íbúðir bara í síðustu viku með
láni. En eflaust hefur þetta gert það sko, svo sá maður svona ýmsa leiðir sko, sem að sem sagt, verktakar voru að nota sem var kannski ekkit endilega slæmar. Það var verið að setja sem sagt, 3 herbergja íbúð á eitthvað ákveðið verð, en þetta var í rauninni 4 herbergja íbúð sko, að það var geymsla var talin sem herbergi og alls konar sko. Þannig að það hefði kannski bara þurft að einhvern veginn að fínpúsa þetta. Sko íbúðirnar sem að voru að fara sem að var hægt að fá gegn þessari hlutdeildar lánsleið, þær voru ekki dýrari heldur en aðrar íbúðir, en svo náttúrulega íbúðaverð búið að vera að hækka svo, þannig að það er kannski erfitt að meta var ástæðan svo að hlutdeildarlánin voru að ýta þessu upp eða ekki. Þannig að bara íbúðaverð bara fáránlegt sko. Það nú eiginlega svolítið dómur sögunar að aðgerðir til þess að auka að fólk geti tekið sér meiri lán, það leiðir oft til hækkunar á verði. Þannig að einhver leyti húsnæðisstefna núna í þroti vegna þess að megin áherslan hefur alltaf verið lögð á það að hjálpa fólki við að skulda meira og það spennir upp verðið og þótt að leysi kannski vanda margra einstaklinga og fjölskyldna, þá gerir það kannski stöðu enn fleiri veikari og erfiðari á eftir. Já, það getur mögulega gert það. Já. Herðu, en nú stríð út í heimi og það fyrirsjáanleg verðbólga út af hækkun á hrávöru og mat og öðru slíku og það mun koma hingað til Íslands. Þannig að það eru óvissu tímar og það voru óvissu tíma líka þegar lífskjarasamningarnir voru gerðir. Þá var það nú ekki, okkur þykir hlægilega óvissu núna, það var nú bara vá sem að vera frá hausinn þegar vikuna sem var verið að gera þá samninga. En síðan höfum við fengið heimsfaraldur og nú erum við að fá stríðin í Evrópu og mikla óvissu. Vilhjálmur, hvernig þetta tími til þess að gera stuttasamninga? Eða þetta tími til þess að gera langa stefnumótandi samninga? Veistu það að þetta virkilega góð spurning og ég tek alveg undir það að óvissan núna sem að í bara heimsmálum og afleiðingar af því, afleiðingarnar erum við ekkert farin að sjá og við vitum í raun og veru ekki hvað mun gerast. Núna eru til dæmis greiningadeildir bankana að spá því að hækkun á neysluvísitölunni á milli mánaða verði 1% í þessu mánuði, sem að mun gera það að verkum að 12 mánaða verðbólgan fyrir að nálgast 7% og þessi áhrif út í Evrópu, þessi innflutta verðbólga sem að núna að hellast yfir okkur, það lá fyrir bara út af faraldrinum, út af COVID-faraldrinum, að þá var mjög mikil undirliggjandi verðbólga erlendis sem að flæða núna inn til okkar. Þannig að sko þetta bara mjög alvarlegt ástand sem að við stöndum frammi fyrir. Því að hvernig semur fólk? Verður fólk að semja bara vísitölutryggingu? Það bara góð spurning, hvernig við nálgumst þetta verkefni. Ég held að þetta sé eitt af því sem við núna í verkalýðsforystunni þurfum að velta fyrir okkur og meðal annars þetta sem að þú nefndir réttilega, hvort það væri skynsamlegt að gera skammtímasamning við þessa kringumstæður. Því að ég vil bara minna á það að hvaða áhrif verðbólgan hefur hér á landi. Það ekki bara vöruverðið sé að hækka og aukin kostnaður heimila og fyrirtækja samhliða því, heldur erum við hér með 1500 milljarða af skuldum heimilana beintengda við þessa umræddu vísitölu. Við erum líka með alla leigusamninga beintengda við vísitöluna. Þannig að áhrifin sem að hækkun neysluvísitölunar hefur á ráðstöfunartekjur fólks gríðarleg. 7% af verðbólga ofan á 250.000 króna húsaleigu þýðir það að húsaleigan á 12 mánuðum
hækkar 17.500 krónur. 17.500 krónur. Þannig að það má kannski segja að hjá slíkum einstaklingi sem að leigja á 250.000 krónur í dag, að hækkunin sem hann fékk núna áramótin, ef ég að tala verkamann upp á 25.000 krónur, að það standi ekki eftir einhvers staðar í kringu þetta 17, 18, 19.000 krónur þeir eru búið að taka skatta og önnur gjöld af því. Þannig að bara þessi hækkun á neysluvísitölunni hjá leigjendum mun nánast þurrka út alla ávinningin af umræddri launahækkun. Og það sér það hvert einasta mannsbarn að þetta getur ekki gengið upp. Og 1500 milljarðarnir sem að heimilin skulda, þá þýðir það 7% verðbólga þýðir 105 milljarða hækkun á höfuðstól skulda heimilana. Það eru engar þjóðir sem eru með áhrifin af eða beintengingu við skuldir og samninga og annað slíkt eins og við Íslendingar. Þetta bara þekkist ekki í þeim löndum sem við erum að bera okkur saman við. Þannig að ástandið núna á komandi mánuðum er mjög erfitt og krefjandi og við verðum að finna einhverja leiðir til þess að sporna við þessu. Getur verið ein leiðin að setja þak á vísitöluna tímabundið á meðan að þetta óvissu ástand varir? Já, ég tel það bara nauðsynlegt því að hvernig getur það gengið upp að fólk sem að kaupi sér fasteign og tekur verðtryggt lán og síðan gerast hér einhverjir atburðir erlendis frá þar sem einhver brjálaðingur út í Rússlandi tekur ákvörðun að ráðast inn í fullvalda ríki sem að gera það verkum að hrávöruverð og vörur erlendis frá munu snarhækka, að skuldir heimilana skuli hækka jafnvel 100.000 á ári bara vegna þessa atburðar. Þetta er svo súrælist og vitlaust og við verðum að komast út úr verðtryggingu, við verðum að ná að eyða henni í íslensku samfélagi og við getum alveg gert það vegna þess að það er sagt að skuldir að verðtryggingin hjálpi tekjulágu fólki við að eignast húsnæði. Þetta er bara rangt í mínum huga. Því að fyrstu 25 árin eftir að fólk tekur lán verðtryggt, þá gera það ekkert annað en að hækka, ekki neitt. Og það er bara grafalvarleg staða sem að slíkt er og við verðum að eyða verðtryggingu út úr íslensku samfélagi og það getum við gert með því að bjóða fólki að taka óverðtryggð lán og lengja frekar í þeim og leyfa fólki að taka til í 60-70 ári ef því er að skipta. Guðmundur Helgi, erum við að tala kannski skammtímasamning? Þú nefndir áðan að það heitir svona stilla saman strengi inn í Alþýðusambandinu. Er það kannski bara, er það bara gott að stefna stuttu samningi með fáum skýrum kröfum? Ef það er eitthvað laust sem við getum leyst fljótt og þá er það ágætt. En hins vegar vont að vera alltaf með skammtímasamninga og vera alltaf í kjarasamningabaráttu. Ég tek undir með vilja að þessi 17.500 krónur sem húsaleigan myndi hækka hjá þessu fólki með 250.000 krónur húsaleigu, að það krefst þess bara að það þarf að fá 35.000 krónur launahækkun bara til að standa í stað. Mér finnst líka skrítið hvernig ríki kemur inn í þetta. Ég er mjög hrifinn að setja þak á verðbólguna aðeins. Þannig að það leyfi ekki alltaf alla leið inn í húsnæðismarkaðinn. Við sjáum það á Norðurlöndunum, þar eru ríkisstjórnir farnir að huga því hvernig þær eiga að koma inn í að hjálpa fólki, lækka álögur og eldsneyti og svo framvegis til þess að hjálpa almenningi. En hér er þetta þannig að þegar við fórum inn í COVID-ið þá voru mörg stór fyrirtæki sem þurftu aðstoð og hjálp og svo eru hinn sömu fyrirtæki að sýna mjög góðan hagnað og mikinn arð núna á síðustu misserum. Líka fyrirtæki sem hafa bara verið í verslun og þjónustu hér á landi, þau þurfa líka að axla sína ábyrgð og taka svolítið á sig. Það er eins og þau ætli bara að halda áfram þessari arðsemi
en ekki taka á sig að lækka þá sína álagningu til þess að geta hjálpa þjóðinni að lifa á því sem þeir eru með. Við erum alltaf sakaðir að við viljum höfrungahlaup, en ef að það á að stoppa eitthvað svoleiðis, þá þurfa allir að koma að því. Og það alveg bráðnauðsynlegt að menn hugja því næstu misserum, hvernig við getum hjálpað hinu venjulega fólki að verða ekki fyrir miklum þunga, eins og Villi segir, þegar einhverjum manni datt eitthvað í hug út í Evrópu. Það mjög erfitt að þurfa alltaf að tryggja sig einhvern veginn gagnvart öllri heimsbyggðinni þegar kemur að bara vinnandi launafólki. Guðbjörg, áherslunar fyrir kjarasamningan í haust? Já, það stórt spurt. Það náttúrulega, eins og þeir félagar mínir voru að tala hérna, að þá væntanlega kjör og kjaramál númer 1, 2 og 3. Það að sýna sig í könnunum sem verið að gera og rannsóknum að það bara rosalega stór hópur hérna sem stendur afskaplega illa. Og við þurfum að hafa þann hóp í huga og eins sorglegt að það að fólk, þar sem að báðir aðilar í fullum störfum og jafnvel aukavinnu, að það fólk ná ekki endur saman. Við þurfum alltaf að hafa það í huga. Ég gæti alveg séð fyrir mér, sko, miðað við þessar aðstæður sem í gangi bara í heiminum, að skammtímasamningur yrði skoðaður, en það yrði þá alltaf að vera, hann yrði alltaf að vera ásættanlegur þá. Það enginn að fara að gera stuttan lélegan samning, það ekkert í boði. Og En svo ef ég má skjóta inn að það, því að Vilhjálmur nefndi rannsóknir Stefáns Ólafssonar og raunverulega hjá fleirum hefur komið svo vel í ljós svona undanfarið að það eru tilteknir hópar sem að standa verst. Þeir taka dæmi af leigjendum sem að þyrftu raunverulega að fá 35.000 króna launahækkun til þess að mæta verðbólgunni. Barnafjölskyldur út af svona hrörnun barnabótakerfisins og vaxtabótakerfisins, því að þetta barnafjölskyldunar eru oft á þeim tíma þegar að greiðslubyrðin út af húsnæðiskaupum hvað hæst. Þannig að það getur verið, ef það gerður skammtímasamningur, að þessi atriði eru kannski síður. Þetta hópar sem eiginlega get ekki beðið eftir einhverju leiðréttingu. Nei, algjörlega ekki. Og þetta náttúrulega bara, þessar kannanir að taka stöðuna núna og þannig að við getum alveg ályktað sem svo að þessi hópur komi til með að stækka með hækkandi leiguverði og hækkandi matvælaverði og bensínverði náttúrulega bara komið upp í einhverja fáránlegar tölur og þetta allt hlutir sem fólk þú getur ekki valið að hvort þú keyrir börnunum þínum á leikskóla ef þú hefur engar aðrar möguleika, þú getur ekki valið hvort þú borgar leiguna eða kaupir þér í matinn. Þetta ekkert eitthvað sem að fólk getur sparað, fólk þarf að gera þetta. Þannig að það alveg nokkuð ljóst að þessi hópur sem á ekki fyrir þessum nauðþurftum kemur til með að bara verða ennþá stærri miðað við hvernig allt að hækka. Þannig að það verður að taka strax á þessum vanda áður en að verður svo stóra, það verður ennþá erfið að takast á það. Þórarinn, ykkar samningar, hvenær eru þeir? Við gerum nokkra samninga á almennum markaði og munum bara fylgja þá HSÍ félagunum þar núna á komandi hausti, en stóru samningarnir á opinbera markaðnum, samningarnir þar eru lausir í mars. En mér langar aðeins að grípa þetta sem að Guðbjörgur að segja, vegna þess að hættan sem núna fyrir henda sem við sjáum, og þetta verðum við að hafa í huga þegar við erum að tala um langtíma eða styttri tíma samninga. Í fjármálaáætlun, ríkisfjármálastefnu segi ég, hins opinbera núna. Hvað ætla þeir að gera og hvaða plön hafa þeir til að byggja samfélagið og hjálpa almenningi og hlúa betur að fólkinu í landinu? Hvað ætla þeir að gera það sem maður getur lesið út úr ríkisfjármálastefnunni? Þeir ætla að gera ekki neitt, bara nákvæmlega ekki neitt. Því í stefnunni kemur fram að fjöldi á þessu tímabili sem að þessi stefna nær yfir, vaxandi fjöldi landsmanna 14%, þeir áætla að þjóðarframleiðsla hækki 16%, þeir áætla að einkaneyslan hækki 17%, en að samneyslan að hún hækki 4%. Og hvað þýðir þetta?
Það var ekki að laga skólakerfið, það var ekki að laga vegakerfið, það var ekki að laga, við skulum segja bara aðstoða hérna ungt fólk og hérna félitla fjölskyldu til kaupa húsnæði. Þau ætla ekki að gera neitt. Þetta er yfirlýsing það að það búið að reikna út hvernig stærð samfélagsins sem stækkar, sem verulegt, en þeir ætla ekki að setja neitt í samneysluna. Ekki nýja skattar, ekki að ná meira af auðlindum til okkar, þeir ætla ekki að gera neitt. Þetta er stefnan sem búið að setja fram. Og það er ekki hægt að fara inn í kjarasamningana á þess að ræða þetta og það er ekki hægt að gera langtíma samninga með stjórnvöld sem hafa þessa stefnu. Það er náttúrulega bara alveg klárlega ekki hægt. Þetta er stefna þeirra sem að þið þurfið að eiga við og ég óska ykkur bara góðs gengis með það í haust. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna Þórarinn Eyfjörð, Guðmundur Helgi Þórarinsson, Guðbjörg Kristbjörnsdóttir og Vilhjálmur Birgisson og hlustendum þakka ég kærlega fyrir að staldra hérna við í vinnuskúrnum á laugardagsmorgni og hlusta á samtal okkar. Hérna á Samstöðinni verður menningarsmygl á morgun og svo annað kvöld klukkan 10 yfir miðnætti í Kænugarði þar sem fjallaður ýmsa þætti ýmislegt sem að tengist stríðinu í Úkraínu og afleiðingum þess. Ég hveti ykkur öll til þess að læka þennan þátt og læka síður Samstöðurinnar bæði á Facebook og YouTube, fara inn á samstöðun.is og skoða þættina sem þar eru. Þið sem að viljið styrkja uppbyggingu dagskrársamstöðunar er bent á það að það er gert með því að ganga í Alþýðufélagið. Þar eru félagsgjöld eins og 2 kaffibollar á mánuði og rennur til dagskrár í uppbygginga dagskrár hér. En takk aftur kærlega fyrir og eigið góða helgi. Takk kærlega. Takk.